Góðan daginn, þú mikli hlustandi hlaðarpsins og velkomin í þáttinn. Vonandi hefur það gott og vonandi þetta fara vel með þig. Þessi þáttur hlaðarpsins í boði Origo, þar sem þið fáið allar nauðsynjavörur fyrir fjarvinnuna. Tölvur, heyrnartól, skjái og fleira. Sólrún Diego gestur þáttarins og þvílíkur meistari sem það Ég ekki að segja hennar fréttir, þið vissu það nú þegar, enda öll þjóðin að fylgjast með Sólrún og hennar daglega lífi á samfélagsmiðlum. Er það eðlilegt? Er það heilbrigt? Já, en það hefur örugglega svona kosti og galla í för með sér sem við förum betur yfir með henni Sólrún hérna eftir. Síðan reyndar ætla að koma því að hún keyrði einu sinni næstu á mig. Þannig að við þekktumst reyndar ekki áður en það gerist. Þannig að það er svo sem hægt að fyrirgefa henni það. En við skulum orða þannig, ég ekki búin að gleyma því. Ísey skyr ríkt af næringarefnum, próteinum og einstaklega bragðgott. Fyrir náttúrulega eftir hvaða bragð þú velur og hvaða bragð þú fílar, en það einstaklega bragðgott. Þið finnið ykkur alltaf Ísey skyr við hæfi, hreint skyr, kolvetnaskyr, kolvetnaskert skyr, bragðbætt skyr og Ísey án sem án viðbætt sykurs og sætuefna og eingöngu bragðbætt með ávöxtum. Fjölbreytileikinn meiri því Ísey skyr fæst líka í svokölluðum skyr skvísum. Hentutur fólk og fjölskyldur á ferðinni. Grípið þetta með ykkur hvers sem förin heitið. Ísey skyr skvísurnar eru laktósalausar eins og einmitt Ísey án vörurnar og innihalda aðeins 4% viðbættan sykur. Mertar skráagatinu, hinni norrænu merkingu fyrir þær vörur sem teljast hollastar í sínum fæðuflokki. Í síðustu þáttum hef ég sagt ykkur frá sparnaðaráðinu sem það að versla í krónuverslunum landsins og fylgja ódýrt merkingunum, en ódýrt merkingin sýnir einfaldlega hvaða vara ódýrust í hvaða flokki fyrir sig í krónubúðunum. Nú getur þú stokkið inn í krónuna og gripið með þér krónusúpurnar. Ódýrar, hollar og góðar. Ekki bara ódýrar, hollar og góðar, heldur líka í bragðtegundum eins og aspas, blómkáls, Mexíkó, karrí, kókos, ungverst gúllas. Akkur gúllas alltaf frá Ungverjalandi. Og íslensk kjötsúpa, að sjálfsögðu. Þetta grípur með þér heim, opnar lokið, sturtar í pott, hitar og máltíðin klár. Skrifið þessa leiðbeiningar niður. Aðeins og einfalt. Eltu ódýrt merkinguna í krónuverslunum eða í snjallverslunum krónunar. Það gerist ekki einfaldara og ódýrara. Einfalt og gott segi ég. Kaffi einfalt og gott. Hylkjakaffið gerist ekki einfaldara og þá sérstaklega frá Sjöstrand. Hylkin úr náttúrulegum efnum og að sjálfsögðu fyllt með besta kaffi sem baunabeltið hefur upp á að bjóða. Það nú líka mikilvægt í þessu. Tökum það inn í myndina. 100% lífrækt ræktað og fair trade vottað kaffi. Úr líka svona fallegri vél. Þið vitið hvað ég við þegar þið sjáuð Sjöstrand vélarnar með berum augum. Klukkan 17:37 akkurat núna þegar þetta tekið upp og ég fer að vera svo ótrúlega svangur þegar við tala allt þetta lostæti sem býður ykkur upp á þennan þátt. Lostætið frá Oliva eins og pasta Rummo og Allegrini. Fyrstu vörurnar sem Ása og Emil hjá Oliva kynntu á markað voru hágæða ítölsku ólífuolíurnar sem hafa notið mikilla vinsælda enda gæða vara, alveg í gegn. Olían ein allra besta fita sem völur á fyrir mannslíkamann og þá sérstaklega hjarta og æðakerfi okkar. Stútfullt af andóksunarefnum og hefur bólguhamlandi áhrif í líkamannum og af hverju ekki. Svo gerir vöndu olía líka allan mat betri. Þetta vissum við. Eins og áður, hún heitir Sólrún Diego. Ég örugglega að bera þetta villast fram. Það kom í ljós í lok þáttarins, en mér til varnar, þá kann ég ekki ennþá að bera það fram. Þannig ég segi bara Sólrún Diego og vona það besta. Sólrún Diego, gestur þáttarins, gjörðu þið svo vel. Sólrún, velkomin. Takk. Hvernig hefur það? Herri, ég mjög góð með þú. Geggjaður. Takk fyrir að spyrja. Fyrsta skipt sem einhver spyr á móti. Nei, ég segi svona, ég veit ekki. Ég ætla að manna ekki eftir. Herru, þú við vorum að tala námið þitt. Já. Mjög áhugavert. Segðu mér hvað varst að læra. Herri, ég skráði mig í viðskiptafræði með áherslu á markað, samskipti og samfélagsmiðla. Ég þarf alltaf að segja þetta svona 2-3 þegar fólk svona... Þetta nám 2 setningar. Já, þetta mjög langt, en já, ég hef aldrei farið í háskóla áður. Og ég var búin að lofa sjálfur mér því að mér langaði að mennta mig meira. Ég fór eitthvað svona innanhúshönnunarnámskeið og eitthvað sem mér fannst þetta mjög skemmtilegt. En svo heyrði ég þetta í útvarpinu auglýst og ég bara svona gat ekki hægt að hugsa það. Þannig ég svona, ok, ég pröfa að kýla á þetta. Þetta eitthvað svona sem að vekur áhuga hjá mér af því að þetta hefur þetta marka samskipti og samfélagsmiðla sem að ekki margir skólar held ég að bjóða upp á hér. Þannig mér finnst það mjög áhugavert. Ég er mjög spennt fyrir þessu. Hvað var það sem heillaði við nám? Var það, þú talar að það varst í innanhús arkitektur og síðan svona markaðs eitthvað, þið langaði bara svolítið að dempa þér í eitthvað, pröfu eitthvað nýtt eða eitthvað? Já, í rauninni, ég hef aldrei verið eitthvað svona, eða verið að segja, mentasnoppið eins og margir verða að ná sér í eitthvað gráði. Ég hef aldrei verið þar og ég kláraði stúdentinn mjög seint, en ég gerði það bara þegar að ég fann það hjá mér að mér langaði að klára og ég kláraði fyrir sjálfa mig og ég var ótrúlega stolt af því að ég hafi klárað það því að
það var alveg pínu erfitt að þú veist, þegar maður búin að eignast börn eða barn að fara aftur í nám eða svona klára eitthvað svona stúdent en ekki eitthvað svona sem að þú hefur eitthvað svona passion fyrir. Þannig að ég var mjög stolt af mér að klára stúdentinn og var aldrei með eitthvað svona markmið að fara í viðskiptafræði eða lögfræði neitt svoleiðis. En svo núna ég búin að vera með, ég kom með hvað, þið komið 4 ár held ég, eða 5 ár á samfélagsmiðlum. Ég held að sé að bara komið 5 ár núna í október eða eitthvað. Svo fljótt að líða. Við höldum upp á. Já, höldum partí í COVID. Og já, þannig að ég hugsa bara svona, ok, ég er með þessa reynslu en það er alltaf ykkur hluti sem að segja bara, já, en þú ert ekki með gráðuna, þú ert ekki með menntun, ef við myndum langa að gera eitthvað meira með þessa reynslu. Einhver hluti á þér sem segir það? Bæði mér og öðrum, af því ég hef oft fengið að heyra, bara svona, já, langa ekkert að mennta en eitt tengt þessu. Og það er örugglega þessi hópur sem að kannski, ég veit ekki, vanmetur einhverja reynslu, en ég er alveg þar sjálf, mér langa að hafa bæði reynslu og mentunna, af því að ég held að ég veit að ég á eftir að sjá líka bara annan vinkil á samfélagsmiðlum, viðskiptafræði, markas, öllu tengdu þegar að kemur að því að skilur mig, fara að nýta þetta eitthvað til eitthvað meira heldur en bara ég að setja eitthvað á Instagram, eða skilur mig ég á eftir að fá fullt af reynslu þar líka, skilur mig en það eru mjög margir sem að spyrja hverju sé að kenna þetta, því að það er sem sagt, ef þú leitar eftir þessu námi þá kemur fram að kennararnir séu með mikla reynslu á samfélagsmiðlum með svona markars samskiptum og eitthvað sem spurði mig hvort að Sunneva Einars var að kenna og mér var það mjög fyndið grín að því að þetta er eitthvað sem ég pælt alveg í sjálf en ég er samt alveg spenntust, kannski er eitthvað sem er að ég veit ekki, ég er ekki byrjuð í þessum kursi þessum samfélagsmiðla eða markars hérna já, áherslum þannig ég er alveg pínu spennt að vita hver er að fara að kenna mér en það er fullt af fólki sem hefur verið bak við tjöldin tengt alls konar markas herferðum og samfélagsmiðlum skilur þó svo sért ekki kannski andlit samfélagsmiðlsins þó svo sérst ekki með, já, það er ekki beintenging á milli followera og vitnesku þessi mál. Nei, og mér er fullt af fólki sem er, búin að vera umbóðsmenn hjá fullt af fólki sem að, öðlast alls konar reynslu, þannig að En þú lappar ekki inn eitthvað, hvað ætlar þú að kenna mér? Þú ert bara með 800 followers á Instagram. Alls ekki, og ég er þannig típa að ég dæmi rosalega lítið eitthvað sem að ég þekki ekki, eða skilur mig. Hver er ég að dæma hvort sem það er þetta eða eitthvað annað? Ég geti aldrei fara að dæma þig sem íþróttamanna því ég veit ekki neitt hvað maður þarf að gera til þess að hlaupa hratt eða langt eða matara eða neitt. Þú keyrðir eins og næstu á mig þegar að hlaupa. Já. Já, það er rétt. Mér finnst það svolítið dómart. Já, þú hljópst bara svo rosalega hægt að ég var bara aðeins að íta á þig. Nei, þannig að ég dæmi rosalega lítið og ég er ótrúlega mikið, ég vil að fólk bara geti sagt mér hvað sem er á þess að ég dæmi eða skilur mig. Þú myndi segja mér bara eitthvað hræðilegt og frá mig eitthvað hræðilegan glæp, ég myndi ekkit bara fara að dæma það fyrir, ég myndi segja bara já, hver er næstu skref, skilur, hvað getum við gert í það, því að þú ert sjálfur búin að dæma þig nógu mikið fyrir það, eða skilur mig. Já, og náttúrulega fara inn í nám með því, það sjónarhótt, það er náttúrulega mjög gott. Já, en ég er svona líka bara kannski að dæma sjálfa mig lítið fyrir að skilur því að maður er svo dómharður ofta á sjálfan sig og sérstaklega að byrja aftur í námi og eitthvað svona ég hef aldrei eftir að gera þetta, ég er með fjölskyldu og kjóð 2 bækur og held út eitthvað með Instagram-reikning og eitthvað og það er alveg nóg vinna og eitthvað svona, þannig að ég hef fulla trú á þessum samfélagsmiðla kennurum og er bara spennt. Hvenær byrjaður aftur í stúdentum? Varst að tala um að eftir að vegnaðist Maísól? Já, Maísól var eitthvað 1 árs þegar ég byrjaði aftur. Ég kláraði hann í HR, í frumgrunnadeildinni í HR. Já, maður getur klárað stúdentið þar? Já, en það er ógeðslega erfitt. Ok, það er bara rugg. Ég pínu sá eftir, já, að ég átti það lítið eftir, ég hefði alveg getað að fara í menntaskóla og klára það, eða skilur mig, en ég fekk það metið þarna inn og þetta var bara massa kyrslað, þannig ég var pínu svona búin að lita skoðanum mínar á að fara í áframhaldandi náma, það er bara ógeðslega erfitt, þetta voru bara eitthvað 7 lokapróf og maður var bara líka með barn og bara það var mætingarskylda frá 8 til 4 alla daga og eitthvað svona brjálaði, en ég held að sé búið að breyta þessu aðeins núna það sé ekki svona mikil mætingarskylda eitthvað, en ég var bara mætti ykkur að herbúður og bara engi sénsar ekkert, þetta voru bara reglunar og þetta var fullar fólk, allir sem hafi droppað úr skóla, þurftu kannski meira aðhald, en ég finn það núna þegar ég byrjaði í viðskiptafræðinni að ég fór í háskólanum Bifröst af því að þeir eru með fjarnám og þessa áherslur
og það bara svo allt annað andrúmsloft og það bara vilja allir ótrúlega mikið kynnast manni og það eru ótrúlega góði kennarar, þannig að ég svona maður það til þess að læra ekki svolítið svona með einhvern heraga maður einhvern veginn, ég pínu var alltaf að draga mig niður fyrir bara hvað ég vitlaus að ég bara get ekki ennst í þessu námi í HR, en núna líður mér aftur eins og ég sé mjög klára því að mér gengur vel okay. Og mér finnst þetta skemmtilegt og ég til dæmis í tíma núna sem ógeðslega svona uppbyggjandi, svona framkomi tími sem hendar til dæmis mér útrúlega mikið í því sem ég að gera með samfélagsmiðla og annað og ég sem ég feimin einstaklingur hef gott af finnst þér sem sagt núna eftir að búin að koma fram á samfélagsmiðlum í 5 ár Já. Finnst þér þú verið að fá einhver svona ráð sem að þú getur nýttir? Já, Gekkið? Já, og ég eins og hvað? Sko, þetta bara svona sko, ok, þegar maður með, þú veist það sjálfur, þegar maður með svona Instagram reikninga snabbt eða hvað sem það ekkert mál að vera bara einn með síman sinn, skilur þú veist, ég geti setið á klósturinn með enginn takk eftir, skilur mig og bara, þú getur bara ráðið öllu og getur ritskoðið og allt svo leiðis og það einhvern veginn ekki hægt að dæma út frá því að þú veist, fólk sér ekkert kannski, jú, ok, það sér alveg þinn svona karakter en það sér kannski ekki öll svona persóna einkenni, eða skilur mig. Svo byrjuðum við Kamila með podcast og þá var fyrst fólk bara svona, vá, ég bara sjá nýja hliðar og eitthvað, því þá var fólk að sjá líka bara svona lengri samræður, þú veist, og svona maður getur látið skoðinu sína og ljós okkur sem maður kannski ekki brjálast mikið að gera samfélagsmiðlum. Nei. Og svo þegar ég komið fram í eitthvað svona sjónvarpsþáttum og eitthvað, þar ég bara veikust, bara, það bara hræðilegt fyrir mig að koma þar fram að því að ég bara get ekki myndavélar til dæmis. Mér finnst það bara ótrúlega erfitt og það búið að bjóða mér að gera nokkur sinnum einhverju sjónvarpsþætti og ég bara höndla ekki og ég hef alveg talað það opinberlega, mér finnst það ótrúlega erfitt og ég sé bara svo feimin og meikið ekki og fólk heldur svona, já, heldur að sé eitthvað svona, að ég sé eitthvað svona að draga úr sjálfur mér, bara svona, ég er svo feimin eitthvað, bara svona, já, hún er svo feimin, hún er samt með 40 manns á Instagram, ég er ótrúlega erfitt, þú veist, en það það í alvörunni, af því að það reynir, þegar það virkilega reynir á, þá verð ég bara eins og sé eitthvað að mér, eins og ég fór í kvist til hans Björsbraga og eftir þann þá byrjaði ég á því að fá hringingu að búa til sjónvarpsþátt, ég bara, já, geggja eitthvað, til að skoða eitthvað. Svo leið svona aðeins á vikuna og ótrúlega margir sem sendu mér bara eitthvað, vá, það sést svo mikið núna hvort feimin og amma mín hringdi í mig bara, Sólrún mín, eitthvað, þetta nú svolítið erfitt fyrir þig að vera svona í sjónvarpi og þá sást það bara svo mikið hvað mér leið ekki vel. Ég var mjög feimin og átti mjög erfitt með þetta og ég þarf að fara í annan þátt sem hræðilegt, ég þarf að vera 8 úrslit, ég hugsaði ekki alveg til enda þegar ég sagði já við þessum þætti. Þannig að ég ótrúlega feimin og þessi tími sem ég þessi kurs sem ég í háskólanum að hjálpa mér með þetta, bara svona hún að kenna þetta hún Sirri sem var með fólk með Sirri og hún bara með alls konar ótrúlega góð ráð fyrir fólk eins og mig og ég hef alltaf hugsað þegar ég var í svona framkomu tíma þegar ég var í HR og þá var þetta svo mikið bara tekið upp á vídeo og farið yfir og bara vera gaggrina, þú veist, ekki gera þetta svona og þú veist, einhvern veginn var meira að vera að draga mig niður heldur að byggja mig upp og bekkurum bara látin horfa, eða þú veist, hópunum látin horfa á þitt vídeo aftur með að vera gaggrina, þú veist, það ekki uppbyggilegt fyrir fólk sem á erfitt með að koma fram, þú veist, það var nógu erfitt fyrir að mæta þannig, sko, hvað það var að horfa á mig aftur bara nötru stressi, en hún svo mikið bara svona að segja við mig það sem engin annar hefur sagt bara, þú mátt alveg vera þú sjálf og ég stend ótrúlega mikið fyrir það að vera ég sjálf og þess vegna finnst mér alveg mikilvægt að ég segi þessi feimin, því að mér líður strax betur með það að segja þessi feimin, þannig að fólk sé ekki bara býtu hvað, hún ekki með okkur hvað þú veist, þannig að fólk sjáu og bara leið og ég er búin að adressa það, þá líður mér alveg betur með því, bara svona ok, fólk veit að ég sé feimin, en hún einmitt ótrúlega mikið að, þú veist, að segja við mig og okkur sem eru í tíma, bara það má tala hátt, það má vera óslega æstur, það má vera óslega feimin og tala lágt, þú veist, það bara þín persóna einkenni, þarf ekki að breyta því til þess að geta komið fram og tala fyrir fram fólk, eða skilur það bara númer 1 að skora líka bara á sjálfan sig ef maður vill og það þarf enginn að gera neitt í þessum tíma en það fær mann samt svona til þess að vilja mögulega að gera það, skilur það, því að hún ekki með neina gaggríni, hún bara rýndi gags, hún segir alltaf ótrúlega mikið uppbyggjandi en ég segja bara ef ég á eitthvað þau sem hún getur bara lagað eða bætti næst, þá var þetta, hún kemur ekki bara með eitthvað 5 atriði bara sem ógustlega, þú veist, niður peppandi, þannig að þú ert bara næst bara ok, ég slepp þessu bara.
Þetta svo fín lína líka, einmitt að vera að horfa á okkar svona og vera gagnrýna og veist, eins og einhver myndi segja við þig, þú veist, vertu hávarar eða eitthvað. Já, tala þess herra. En það er bara alls ekki þú. Veist, það er einhvern veginn svona kannski, ég er að geta mig til ég er ekkert endilega, ég er bara að taka þetta dæmi, en eða þú veist, að segja einhverjum að tala lægra eða eitthvað, meðan það er ótrúlega orkumikill eða hvern sem að reyna einhvern veginn að móta fólk frá sjálfum sér. Og mér finnst þetta líka bara svona pínu eitthvað sem mann er kennt bara frá því maður var barn, þú veist, og sér lítil börn og það er eitt barn sem er ótrúlega rólegt og annar barn sem er ótrúlega æst og talar hátt og með þetta orkumikið og bara svona kannski aðeins svona hávarari karakter. Við erum samt einhvern veginn alltaf að setja þessu börn undir sama hattinn. Nú á ég bæði barn sem dóttir mín mjög hávær og svona æst og ótrúlega skemmtilegu karakter og strákurinn minn er rólegri og þú veist, það er einhvern veginn bara svona því að með einhvern veginn, allavega sem að mér var kennt bara frá því að krakki, þú veist, það var alltaf bara notaði innrödd, lækka aðeins ég ekki tala svona hátt, en ég er aldrei að hvetja hann til þess að hafa herra, eða skilur mig Já. Þú veist, verður nú skemmtilegri, Maron Já, þú veist, verður nú aðeins hressari hvað er hann þér? Þannig að þú veist, mér finnst þetta einhvern veginn svona auðvitað eru mörk, þú veist, hversu hátt og hávar þetta verður, það getur vera bara eitthvað útopnu heima, öskrandi, skilur en þú veist, ég vil alveg setja kannski mörk að barnið mitt sé ekki bara ógeðslega hávært en ég vil samt leyfin að vera þessi típa sem að hún eða skilur, þessi persóna sem hún að því að það líka hvetur þá stráki minn til þess að þóra að vera aðeins íktari, skilur, hann sé ekki bara já ok, ég á bara að vera þessi rólegi karakter, skilur mig ég var þessi rólega típa en þú veist, ég einhvern veginn fekk aldrei tækifæri á því að pröfa að vera eitthvað annað, skilur mig, af því að það var alltaf verið að hrósa mig fyrir þessa hegðun sem ég var þegar ég var yngri, skilur mig, ég var aldrei eitthvað á útopnu brjáluð, skilur, eins og kannski vinkonum mín við hliðina mér sem er bara hvað meinar þau, skilur, ég hef bara alltaf verið svona og ég er bara öðru þessi karakter, þannig mér finnst það útrúlega mikilvægt að passa að þú veist, bara eins og með þetta og allt annað, set ekki allan til sama hattin, skilur mig að fá að vera bara maður svolítið sjálfur og þannig fyrst skipti mér að líða í þessum tíma mér að líða eins og ég fái bara svolítið að vera ég nema að gera bara sömu verkefni aðrir, skilur mig þá sér maður líka bara maður sér í þessum tíma hvað fólki bara það þorir að koma fram og það er að skora á sig og það er að koma mismunandi sögur og þú veist fyrirlestra og það er svona frjálst í þú veist hvað þú mátt tala að maður sér að þú veist ótrúlega að fólk er að skora á sig og fólk segir alveg bara já ég hef aldrei trúið skilur að ég geta komið og tala en þú veist þetta er bara virkað svo ótrúlega vel það sem hún er að kenna þannig að já ég er mjög ánum með það hefur alveg já það er allan hjálp mér að því ég þarf líka í þessu námi þá er það mjög mikið þú þurfir að koma fram og kynna eitthvað verkefni og eitthvað sem ég hef alltaf forðast en gera það eiginlega ekki núna En er ekki líka, ég har bara hugsað að þú varst að tala um myndavélarnar og allt svoleiðis og það sem svona femning kemur fram, ég meina þegar þú varst að taka upp og einmitt þú varst að tala um hún getur gert það hvað sem er en þú er líka stjórn á því sem fer í loftið Já og ég held að það sé svolítið stórt að láta það í hendurnar á okkur öðrum og þau eru kannski með myndavél á þér, þau eru að stilla ljósinu og eitthvað svona og þú bara hefur ekki hugmynd hvernig þú lítur út meðan þegar þú ert að taka upp þá ertu bara með myndavél á þér sem sýnir nákvæmlega hvað aðri sjá og ég get tekið upp 30 sinum með ég vill skilur og líka bara það að ég er alveg mjög stjórnsum típa ég er það og ég bara hef alltaf verið og ég bara já og þá er ótrúlega erfitt að ég rauninni hvað segir maður þú veist, láta af stjórn, láta einhvern annan taka mann upp þegar þetta hefur verið mitt síðustu 5 ár þá er það ótrúlega erfitt að ég hef bara mína skoðanir hvernig ég vil vera og mína hliðar og eitthvað þannig að þetta er svona, já, þetta er alveg pínu erfitt og fólk er bara eitthvað svona, já en þetta er geggja tækifæri, okkur tekur ekki tækifæri þú veist, að búa til þátt eða gera eitthvað en ég bara svona, en þetta er ekki geggja tækifæri fyrir mig ef ég sé ekki að þetta sé fara að gera neitt fyrir mig til lengdar, skilur, mér langar ekki verið sjónvarpi, mér langar ekki að vinna í sjónvarpi allan ekki staðan núna ég myndi frekar vilja bara vera heilin á baku eða aðstöða á með þættina sem þið hefði vilja að fá mig í þegar ég geti bara hjálpað með leiðbina með bara þetta myndi virka, þetta væri snild eitthvað því þetta er eitthvað sem að mér finnst ég vera góð í, eða skilur og þeim finnst það væntanlega líka því þeir eru að biðja mig að koma í þetta þannig að já, þannig að ég er ekkert mjög gjörn á því að taka einhverjum verkefnum sem að ég sé ekki alveg virka til enda, það er eitthvað svona sem er kannski mætti segja að vera ókostur ég þori ekki að taka sjansa en finnst þér ekki smá áskorun að ég meina út að þú ert þekkt nafn og þið býðst alls konar hlutir meðan að ég myndi halda að meðaltali sé fólk frekar að reyna að sækjast í hluti en þetta getur líka alveg verið vandamál út að þú veist ekki hvernig átt að velja að hafna Já.
hefur það ekki eftir áskorun fyrir þig, bara svona í gegnum þessi svona 5 ár af frægð? Frægð? Jú, alveg klálega sko og þetta er einhvern veginn svona ég hef alltaf verið ótrúlega þó svo ég sé feimin, þá er ég ótrúlega ákveðin og eins og sé ég er alveg stjórnsum þótt ég sé feimin, ég er eitthvað, þú veist, ég hef alltaf alveg þora að segja, svara fyrir mig og segja það sem ég vil og hef alveg þurft að gera það síðan ég var krakki að svona bara standa först á mínu og ég held að ég var alveg alveg þannig upp að ég fekk alveg að hafa mína skoðanir og ég er alveg þannig að ég bara hef einhverja litla tilfinningu fyrir því að eitthvað mun ekki ganga upp, þá segi ég bara nei, bara strax og þetta var alveg erfitt eins og þegar ég var á lausu ef ég hitti eitthvað og bara eitthvað að hann var ljótt hár, ég bara nei, þetta virkar ekki, ég var með skrýtna putta og ég bara nei, þetta virkar ekki þú veist, það þurfti bara eina mynd og ég bara nei, þú veist, þannig að þú veist, ég hef alltaf verið út að skrýta með þetta og það er sama með ekki það ég sé að dæma fólk bara út frá útliti, alls ekki en þú veist hvað ég meina því svo byrjaði ég til dæmis að hitta manni minn og alla vinkonum ég var bara þetta er ekki típa fyrir þig en ég bara, jú þetta er típa fyrir mig og þú veist, en þær voru allar bara það, þú veist, svona oft er maður svona segir vinkonum sem bara, já, en ósl mikið þín típa svo sér eitthvað svona mjög ólíkt og þú veist bara eitthvað en ég var bara alveg viss, ég bara, jú, þetta er típa fyrir mig þannig að þetta er óslega fyndi og þetta er bara eins með verkefni, þú veist ég íhuga alveg allt og ég skoða alveg allt og ég segja aldrei strax bara nei og ég vil alveg þú veist svona fá að hugsa um og eitthvað en ég er svolítið svona er alveg tiltölulega fljót að geta sikta úr þú veist það sem ég vil og líka oft hef maður þú veist gert kannski eitthvað svipað og svona nei það er ekki þessi virði sérstaklega með sjónvarp en ég gerði bitni greiða þarna með því að segja já við þessum spurningaþætti og hann hefur tvisvar náð að draga mig í sjónvarp bæði skiptin og það ég þarf reyndar að fara eins og í viðbót út af þessum þetta var quiz þá og ég fór eins og í hana jólabóð Jóa jólabóð með Jóa, já það var stöð 2 svona aðventu þáttur fyrir 3 árum síðan þegar vorum í hana að gera heima bókina jólabóð Jóa hver er þessi Jói? Hanna Sim og Jói ok já, wow ég byrst velvinningar þetta var svo bara því Jói já, ok þannig að það var svona það var pínu skrítin það var eitthvað svo skrítin þáttur að þetta var svona gert með stundum fyrirvara því ég held að hann Logi Bergmann hafi verið með hann eitthvað þátt þú það veist ekkert munin á neinum ég er mjög erfið með nöfn og svona ég held þú sér bara að segja Logi Bergmann og þú ert bara að henda honum undir vagnin þetta var ekkert hann sko ég var að tala hann áðan hann var sérst með þátt á föstudögum sem að hætti skyndilega og þá kom þessi þáttur í staðinn þetta var bara svona allt rosalega fljótt ég kom að það og þetta var alveg skemmtileg þáttur með skemmtileg fólki og ég kannast aðeins við Jóa og allag og ég var að kasa ólíkt þarna og þetta var eitthvað svolítið skrítið og svo bara vissi einhvern veginn allir þetta var allt vant sjómasfólk nema ég og svo bara allir stóð allir upp og fóru bara í eitthvað annað sett upp og byrja að taka upp og ég var bara hvað segi ég, hvað er næst og ég var bara út á túnni og það var ógeðslega erfitt og eftir það var ég bara svona já sjómasfólk ekki fyrir mig þannig að það er kannski ekki alveg að dæma að ég myndi ekki meika sjómasfólk út frá þessum þætti en svo fór ég annað quiz og það var skemmtileg þáttur, já með Sóla Hólm í liði já, ok, bet af hverju þið Þróttur ég held að hann er eitthvað linkað við Hveragerði nei, við erum Ert þú í Laugardalnum? Já Og þið komist áfram? Já, við unnum Efurlaufi og held hann heiti Halli Melló sem var á Skaganum Halli Melló hann er leikari, já ok, já, kannski með það ekki þegar að segja sko, þú ert ekkert skár en ég sko. Nei, ég er svo sterkar efasendur hann heiti Halli Melló ég er alltaf bara, ég veit hver Efalauf er já, ok, þannig þið unnuð, þannig þú ert að mæta aftur já, okay. Þannig að ég er búin að vera mjög stressuð fyrir því og verð stressuð næsta mánuðin fyrir að þeirra fara aftur en er þessi framkoma, það sem hún Sirri er að kenna, er þetta meira bara svona kannski svona ákveð sjálfströst bara? Já, og bara svona svolítið kannski að hafa trú á sjálfum sér eða skilur, þannig er einhver einstaklingur sem er hvað segir maður, bara vanur eða hún er góð í sem hún er að gera og þú veist, þegar einhver rósaðir sem er góður í einhverju, eða skilur mig, þá svona eigur það sjálfströstum hans að fá rós frá einhverju sem að veit hvað hann er að gera, eða skilur mig, það er ekkert mála að fá rós frá þegar ég segi ég sé feimin og fullt af fólki sem sendir mér skilabóð eitthvað bara, þú ert samt svo geggjuð og eitthvað það er ekki alveg að sama, eða skilur mig
þú veist, þannig að mér hefur fundist ótrúlega gott að hún sé að hrósa manni og bara svona Leiðbeina? kvíkjandi, já, geggjað. Veistu eitthvað hvað það langar að gera með þetta? Það ertu bara svona hans að sko, ég hugsa alltaf bara ég er ekki að fara að vera endalaust á bakvið síma minn, eða skilur mig, ég er náttúrulega búin að vera að gera bækur út frá því sem ég er búin að vera að gera og hvað og mér veist alveg skemmtilegt og svona skilur eitthvað eftir sig en ég held ég var alveg til í að vinna eitthvað svona meira á bakvið þú veist, ég veit ekki hvort ég myndi ekkit endilega kannski vera eitthvað markastjóri eitthvað staðar eða eitthvað svoleiðis en eitthvað svona markastengt hjá kannski einhverju, ég veit ekki, stóru fyrirtæki Já. Ég veit ekki, eitthvað svona sem að ég geti nýtt allan að reynslunum minna í Hvar byrjar þetta? Byrjar þetta alltaf á Snapchat eða? Ég byrjar út frá mömmubloggi sem hún var með Byrjar á blogginu? Já Nú Já, auðvitað, Mysol fæðist fyrir allt þetta Hún er bara 3 mánaða þegar ég byrja á þessu bloggi og ég man ekki hvað hún var orðin 6 mánaða eitthvað þegar ég opnaði snappið mitt Ok, þannig að þetta er svona kringu 2015, 16 Já. Þannig að þegar við gerum heima þá erst þú bara búin að vera í 1-2 ár Vá, ok mér líður eins og þú sést búin að vera þarna forever sko. Þið Aron voru sko langt á undan öllum einhvern veginn ég man alveg að ég var að fylgjast með þér á Snapchat bara lungaður en ég byrjaði þessu sko Í alvörunni? Já. Mér líður eins og þú hafi bara verið þarna alltaf Það er gott Hvernig, sko er þetta þrifin sem að heilla fólkið svona mikið? Sko það gerði það klálega fyrst ég held að fólk hafi svolítið svona mér að bíða eftir ég væri með einhverja leinu uppskrift hvernig ég gæti haldið öllu á sínum stað ég held að það hefði svolítið verið svona fólk skildi ekki alveg hvernig ég gæti bara verið með einhvern veginn heimili með trengt en samt lítið barn það var eitthvað svona sem fólk fannst mjög skrítið sem að ég held að fólk hefði bara verið óvant í að sjá inn til eitthvað eins persónulega og ég var að sína ég held að það hefði bara verið málið þú veist, ef ég sæi inn til eitthvað þá myndir það alltaf sína bara góðu hliðarnar eða skilur mig, þú veist, þú væri ekkert eitthvað endilega bara, heyrðu, eldur sem mitt er á hvolfi endilega sjáu það, þú veist, þú myndir bara sleppa sína og þá kom hann að glansmyndar umræðan svo svakalega og maður var bara með glansmynd og ég var bara alltaf þrífa á þannig ég væri með Instagram að ég var bara með 1 dag í viku þegar við vorum með svona sameiginlegt Snapchat eins og var þannig fyrst Var þessari glansmyndar umræða beint eitthvað að þér eða? Já, mjög mikið Já og ég tók því alveg nærri mér sko því að ég var bara þú veist, fólk var alltaf inn að fara að gaggrina mig fyrir það sem ég var en þekkti mikið neitt og það var alveg pínu, það var skellur svona verandi einhvern veginn nýr svona þú veist, ég var alltaf inn að bara eitthvað feimin einstaklingur sem var farin að sína inn til mín, skilur, og fá gaggrinu fyrir það og það var alveg pínu erfitt að sem er náttúrulega mjög skrítin staða til að byrja með Já, svolítið og ég held eða því meira persónleg sem ég var því meira leiði fólk sér að gaggrina mig og svona með tímunum þá lærði ég líka bara svolítið að átta má því að ég get ekki tekið gaggrinu frá okkur sem þekki mig ekki það var alveg svolítið lengi að komast þangað en mér tókst það á endanum ég held að líka allt þetta, bara þessi ferill á samfélagsmiðlum hafi mótað mig sem einstakling bara til eins betra ég finnst ég verið betri einstaklingur í dag heldur en ég var þá, ég er miklu meira örugg með mig og þú veist þori að standa og falla með sjálfur mér þó sem mér fannst ég alveg geta það þá en það er náttúrulega kannski ekki alveg að sama þegar einhver þúsundir sem að gaggrina og tala þig og vera milli tanna á fólki og það var alveg erfitt og það kom alveg oft til greina að hætta en núna er ég alveg þakklátt fyrir að hafa ekki gert það því að það hefur alveg, þú veist, það hefur skapað tækifæri og mér fannst þetta skemmtilegt og ég verið óslega fúl út í sjálfur mig fyrir að hafa hætt ykkur sem var að veita mér ánægju Já, en þá var bara einhvern veginn svona þitt hugafar og leiður einhverjum hlutum að bögga þig og bara gast ekki komið haustum að það og þá var bara svona að mögulega bara betra að hætta þessu bara losa sig alveg við þetta Já, og bara svona það er svolítið svona sem að ég hef alveg líka gert bara eiginlega alltaf bara er ótrúlega fljót að bakka út, eða skilur þarf lítið til Já. bara þú veist, pínu kvittir eða þú veist, ég hef vel alltaf verið þú veist, bara eitthvað svona ég veit ekki, bara ef mér gekk ekki vel í ykkur þá bara, þetta er ekki fyrir mig og það er ógeðslega mikið ég en ég hef alveg lært að bara líka bara maður gerir mistök og þú lærir að þeim eða skilur mig, þú veist og þó svo ykkur finnist ég
ekki fyndin að skemmtilega ekki gera skemmtilega hluti þannig að þú nefnir að fylgjast með þá er ég ekki vandamáli það er þú vandamáli að vera að horfa á mig og ekki fíla það skilur mig þannig ég svona pínu lærði að blokka svona hluti út og svo hafi verið mjög erfitt á tímabilum og ég þurfti að fara til sálfræðings oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og vinna í mér en ég held svona já, ef ég horfa á þetta svona yfir heildina þá hefur þetta alveg hjálpað mér og hefur verið skemmtilegt ferli og þetta hefur skapað alls konar tækifæri og ég fengi að gefa út bækur og koma fram sem ég held ég myndi aldrei koma fram og bara svona styrkja mig sem einstakling og ég oft svona típa að segja allt gerist ástæði þannig að og svo þú spyrir mig hvað mér langi að gera með þessa reynslu og ég veit ekki núna en ég hef það samt svona tilfinningu að það eigi eitthvað eftir að koma til mín eitthvað tíman og ég veit ekki alveg hvað það sem ég langar að gera hvað það sem ég sé fyrir mér að ég sé að gera en ég er alveg opin fyrir því að skoða alls konar og meðan þá er ég bara að njóta þess að geta verið ótrúlega bara laus með tíman minn með börnunum mínum og það kemur eitthvað fyrir eins og núna bara í þessu ástandi sem við lifum í núna að geta verið bara ég fór í 2 vikna sóttkví og það hafði engin áhrif á vinnulega séð eða neitt það var ekkert stress með neitt svoleiðis þannig að ég held að sé bara ástæði fyrir ég sé ennþá á þessum stað sem ég er á núna því að ég get svo notið ótrúlega mikið með börnunum mínum og það var eitthvað sem ég langaði svo ótrúlega mikið þegar ég var mamma að geta bara að það vera starfstæður eða barn mitt á veikt eða verið fæðingar og aldrei hafa neinar áhyggjur einhver fjárhagslegar áhyggjur á því að bara ég kemst ekki, ég er ekki frí eða bara getur þú farið, það er mömmukaffi í hádeginu eða morgunkaffi eitthvað, ég kemst ekki út að vinna og það hrætti mig ógeðslega mikið að vera ung ekki búin að mennta mig og eignast börn en eiginlega bara fekk það 10 sinnum betra tilbaka að ég núna mennta mig en samt með allan annan tíma ég get bara sleppti að senda börnum mér í leikskóluna ég vil það ekki skilja mig að því að ég stjórna mig sjálf þannig að mér finnst það geggjað og tilhugsun að fara að vinna fyrir eitthvað eða vera 8-4 á einhverjum ákveðnum stað það hræði mig alveg smá en er líka holdt fyrir alla, það er líka alveg búið að vera pínu svona pínu einangraður að vera ekki að mæta eitthvað skilja mig ég held að þetta sé eini tíminn í dag, í vikunum minni sem ég þurfti að mæta klukkan eitthvað ákveðið, skilur og það er alveg svona, ég líka sendir hann bara, ég er ekki örugglega on þannig að það er líka alveg holdt fyrir mann, skilur að þurfa að mæta eitthvað og vera umgangast fólk og svona. Var það meira challenge fyrir að vera að mæta í skólan heldur en fjarnámið? Já. Bara ekki spurning. Já, ok, náttúrulega meika sér svo sem með fjölskylduna og allt svo leys. En ég var meira svona að tala bara því líka skuldbinding að vera að mæta klukkan 9 alla dag. Það þurfti að venjast en ef mér finnst námið skemmtilegt þá held ég að veri, ég er alveg fljóta aðlagast svona hlutum en nú er ég búin að vera í ég held að sé 6 ár síðan ég þurfti að mæta eitthvað í vinnu okkur ákveðnum tíma, skilur mig ég held ég að hætti fyrir 6 ára síðan. Hvað er það að vinna? Ég var bara að vinna svona hlutastarf ég var í skóla og ég var að vinna ég var að vinna sko í 9 ár í bíói sem úlingur, byrjaði 14 ára og svo var ég að vinna líka með svona stuðning með börnum í frístundaheimili sem er svona eftir grunnskóla. Já. Það hendaði vel þegar ég var búin í skólanum þá fór ég að vinna og var svona stuðningsfulltrúi með börnum. En þarna líka bara segjum 5 árum, segjum bara árið 2010 þá hefðu þú ekki getað ímyndað þér hvað þú varst að fara að gera, bara snjallsíminn var ekki komin. Bara gagnamagn ferðaðist ekki nógu hratt á milli til þess að þetta Snapchat-ævintýri hefði getað byrjað sko. Nei, og ég var líka bara típan sem að gati, vildi helst ekki vera með myndi eða vera að taka myndi í ammali með eitthvað, skilur eða bara jólun og þá var ég bara, það er að pissa þannig að þetta var mjög skrítið og fjölskyldum mín held ég sé ennþá venjast í bara að ég sé að gera sem ég sé að gera. Já, það kemur þetta svona þínu nánustu á óvart. Já, en ég held að eins og mamma mín er náttúrulega auðvitað mamma mín er stolt af mér en skilur, hún er alveg svona ekstrím stolt af mér því ég held að hún hefði aldrei haldið að við myndi takast, skilur að vera komin svona langt í því hún svona held ég viti manna best hversu feimin ég sé. Já. Ég var alveg þann típa ég bara gæti ekki haft augnsamband við fólk í kringlunni, skilur, ég var bara fannst það bara ógeðslega erfitt, horfði bara inn í gólfið og eitthvað. Þannig það hefur alveg svona breyst og úr því yfir ég að kannski fólk svona veit hver maður sé og eitthvað en hérna það hefur alveg komið tímabil þar sem mér hefur liðið bara það illa og verið tekin það mikið fyrir eða mikið gagnrýnd að ég hef bara ekki meika að fara í
kringluna eða í búð á háanna tíma eitthvað. Hvaða tímapunktar eru þetta? Ég var rosalega mikið tekin fyrir í fjölmiðlum fyrir svona 1,5 ári síðan og alveg mjög mikið, við tókum þetta með þess að saman því á með umbóðsmann, þetta voru held ég 26 skipti á 8 vikum. Sem byrtast greinar eða eitthvað? Já, og allt neikvætt. Allt svona vera reyna að draga maður niður, nafni mitt settu fáralegustu fréttir en svo var ekki fréttin einu svona mig og þetta var bara svona, þetta tók alveg mjög mikið á og þetta tók sérstaklega á svona, ég hef alveg talað um það áður að það var úrslega erfitt að það eitthvað blaðamaður sem að skrifa eitthvað þig bara með það markmið að reyna að fá okkur kliks, hugsar ekki að sé eitthvað manneski á bakviða og svo kannski hringir amma í mig og að bara ég skildi ekki bara, ég sé hérna bara öllum miðlum og það bara verið að taka þið fyrir og bara hvað gengur á eitthvað og ég farin að afsaka blaðamannin sem að tala illa mig. Þú veist, ég eitthvað svona, þú veist, og þurfa bara svona að feysa bara, að takast á við mína svona nánustu fjölskyldu að útskýra fyrir þeim, eða skilur mig, en samt átti ég engan þátt í því að vera tekin fyrir það, þetta var bara eitthvað svona sem þeir pikkuð upp og voru að reyna að vera leiðilegir og byrta myndir af, þú veist, af mínum miðli sem voru kannski myndir af fjölskyldur minni og, þú veist, mömmu og, þú veist, eitthvað svona sem að ég gaf aldrei leyfi fyrir að yrði byrt, eða skilur mig, þannig að maður var svona ósælátt búin að setja nánasta fólki sitt í einhverja aðstöðu sem að maður hefði aldrei viljað að þau myndu lendi í, eða skilur mig og ég var ekki með leyfi fyrir sjálf. Já. Þannig að það var ógeðslega erfitt og því ég fór síðan til sálfræðings og hún bara eitthvað, byrjar eitthvað spjalla með bara yndisleg kona okkar og svo fyrir eitthvað seginu og fyrir seginu bara mínar helstu áhyggjur og hvernig mér líður og hún líka bara horfði á mig og bara hún er ekki að haldi bara hvað fer í gegnum með hausinu og þessu stelpu. Hún fór sjálf til sálfræðings. Já, örgulega, og veist, ég var bara eitthvað og svo var ég veit þetta skríti og var eitthvað svona að afsaka mig við sálfræðinginu bara, en þú veist, hvað á ég að gera og hún bara eitthvað örgulega bara með engin svör en hún reyndar alveg hjálpaði mér helling og bara svona margt eitthvað sem spilar inn í kannski líka ég sem sagt ég þekki alveg pabbi minn ekki neitt og ég bara þekki hann bara ekki neitt og í einhver samskipti við hann og þess að fóstupabbi minn eða stjúpabbi minn hann ætliði mig bara þegar ég ung og það var alltaf rosa mikil höfnun í kringum þá fjölskyldu og ég hef alltaf rosalega erfitt með höfnun og það útrúlega erfitt þegar maður síðan að reyna að standa með sjálfum sér og eitthvað og opna hana miðil og vera að gera alls konar hluti og þegar maður síðan gagnrýndur og færir þessu höfnun og maður svona eitthvað sem ég hef alltaf forðast bara frá því ég var barn, eða skilur mig, svona aðstæður og það eitthvað svona spilar alveg svolítið inn í hvernig mér leið kannski og ég reif sjálfa mig niður fyrir höfnunna þá þú veist eitthvað svona sem að þú ert hrættu við og þú lendir síðan í þessum aðstæðum og ert svona ég er samt að setja sjálfa mig í þessu aðstæður ég setti mig ekki sjálfa í þessu aðstæður því ég var krakki en þá hugsa ég oft það var kannski bara ástæði fyrir að ég fekk þetta verkefni að fá þessu höfnun sem krakki að því að ég geta kannski díla betur við hana núna í stærri verkefnum skilur mig þegar ég orðin eldri og mér finnst það alveg svona ég reyni ofta að hugsa bara svona ef ég lendi í einhver svona neikvæða leiðilegu bara svona þetta erfitt núna og ég á eftir að vinna úr þessu og ég þarf bara að reyna að hughresta sjálfa mig og vera bara sterk og hugsa bara hvað ég hef og mína kosti og þó svo einhver segi eitthvað eitt ljótt sem að kannski stingum mig djúpt en ég hugsa alltaf bara svona hvað reynslu get ég tekið frá þessu þú veist ég hlýt að geta nýtt þetta í eitthvað reynslu og sérstaklega með þú veist því ég var krakki að það hefur nýst mér þó svo þetta hafi verið ógeðslega erfiður tími og alveg ennþá erfiða tilfinningar í dag þegar ég þú veist fyrir að tala þetta og hugsa þetta en ég svona hef alveg náða að vinna ágætlega úr því en það hefur hjálpað mér, ég finn það núna þegar ég svona lendi ykkur, ég bara svona, þetta hefur ekki nærri eins mikil áhrif á mig og þetta gerði þegar ég var yngri eða skilur mig, það er bara svona ég er orðin sterkari þannig ég er svona ef ég get tæklað þetta núna þá get ég alveg tæklað næsta verkefni en þetta hugsa ég líka oft þegar ég er svona af hverju er ég aðeins og af hverju hætti ég skil bara þú veist, það er ekkert í þessu sem að hvetja mig áfram en þá er það samt líka þannig að háværustu raddirnar eru alltaf þar neikvæðustu og margir sem halda með manni og eru þú veist með manni í liði og hvetja mann, vilja kannski hvetja mann áfram en þora því ekki og þegar ég hef opnað mig þetta á samfélagsmiðlum og sagt kannski að bara svona ég þurfti kannski aðeins meira pepp ég þurfti, svona, maður verður kannski meira persónulegri
að þá fær maður allt peppið, að því þá þú eru fólk svona ok, oh shit, hún þarf ógeðslega mikið að halda, ok, nú sendi ég bara eitthvað, en það er ógeðslega margir sem að horfa líka bara á mann, ekki sem kannski bara manneskju eins og ég og þú, að skilur mig, hafi ekki þessi tengingu við mann, bara svona horfa á mann og maður er bara eitthvað svona hlutur fyrir þeim sem við fylgjast með og fá eitthvað hugmyndir og einspó og eitthvað pepp og finnst bara gaman að fylgjast með, en maður er ekkert mikið meira fyrir þeim í þeirra augum, að skilur mig, og mér finnst það líka bara allir lægi, þú veist, en svo lengi sem þú sér þá ekki gagnrýna mig fyrir eitthvað sem að ég er ekki, eða þú veist. Sen er þetta líka mjög spes svona frægð, þegar, já, hérna, svo ég heyri það og þú viljir ekki láta að kalla það fræga. Þetta er svo sem enginn sem eitthvað er að sækjast í það, en þú veist, þetta er náttúrulega, ef við byrjum þetta saman við bara, þú veist, heimsfræga fótboltamenn eða eitthvað svoleiðis, þú veist, þeir eru svo ósnertanlegir, þeir eru bara gæjar sem mætir nokkurn völl og þú bara serð það í sjónvarpinu eða serð það á vellinum og síðan eru farnir og þú bara veist ekkert og þú serð það bara komnir í, þú veist, inn á völlin í búningnum og allt saman, menn þú ert bara, þú veist, fólk er alltaf í hálfsmeters fjarlægð frá þér þegar að horfa á þig, það er heima hjá þér, það sé börnin, sér allt þetta og þetta er einhvern veginn bara svona, þú ert eða bara smá vinur. Já. Og þegar það sérði þig eða þú veist, ég geti ímyndað mér að hitti á djamminu eða hvað sem það er, þú veist, þá bara einhvern veginn svona þannig er Sólrún meðan að, þú veist, fótboltamaðurinn og sérstaklega tala kannski fyrir samfélagsmiðla, þá bara svona herðu, wow, þannig er það bara, það er svo langt á mill okkar að bara ég myndi ekki treysta mér að fara nær, sko. Maður er orðin svo, þú veist, maður er rosalega aðgengilegur og mér fannst það sérstaklega þegar Snapchat var, sko. Og náttúrulega auðvitað að, hérna, replaya og allt þetta að senda á þig bara í samskiptum við þig. Já. Og það er eitthvað sem að margir segja bara ekki, já, en þú ert að bjóða upp á þetta og allt það og ég er alveg sammála því, þú veist, ég þyrfti ekkert að vera að gera sem ég er að gera, en mér finnst gaman að því sem ég er að gera og þú veist, að vera svona aðgengilegur er bæði, finnst mér, eða fyrir mig persónulega finnst mér bæði gott og slæmt, af því að ég fæ ótrúlega mikið út úr því að tala við fólk og að kannski ekki rétt orðið að vera til staðar, en svona að þú veist, þegar fólk getur sendt manni eitthvað sem að þú veist aldrei, og eins og ég var að tala um áðan, að dæmi ekki fólk, þú veist aldrei hvaða bakgrunn eða hvaða bakland fólk hefur sem að sækist í að tala við manneski sem er opinber og ég, og ég finn það ofta að það eru fullt af fólki sem að er kannski bara illa statt með, þú veist, fjölskyldu og vini og sumir þú að segja, sumir ekki og sumir bara, þú ert svo fallegt vinkonu saman með vinkonina og ég vildi óska þess að ég ætti svona góða vinkonu og ertu með ykkur ráð hvernig ég get kynst ykkur á mínu leveli, þú veist, þú er svona alls konar hluti sem fólk segir. Sendur á þig? Já, og bara maður fær alls konar sendingar í gegn og þá hugsa ég líka oft bara svona, ef ég get glatt eða verið til staða fyrir einhvern einn, þá er það bara meira nóg fyrir mig, eða skilur mig, og það er það sem að ég vil gera með því að vera opinber og ég veit að það er fullt af fólki sem er á samfélagsmiðlum sem að svarar ekki og ég skil það líka alveg, að því þú setur mörkin hversu aðgengilegur þú vilt vera. En þetta er eitthvað sem að gefa mér ótrúlega mikið og þú veist, mér finnst sálfræði alveg ógeðslega heillandi og svona alls konar atvinnur sem að eru, þú veist, til staða fyrir fólk, hvað sem það er að vinna á meðferðarheimili eða fyrir börn eða fyrir aldraða eða hvað sem það hefur alltaf heillað mig ótrúlega mikið og ég fæ ótrúlega mikið þarna í gegn og ég var að vinna, eins og segja, með börnum sem að þurfti stuðning í, börnum sem er frá 6 til 9 ára og það gaf mér svo ótrúlega mikið, ég fekk svo sjúklega mikla reynslu þar á því bara að vera í samskipti við fólk, dæmi ekki fólk kemur frá alls konar heimilum, alls konar aðstæðum og bara vera bara vinurinn til staðar og þegar ég var að vinna með börnum þá voru mismunandi aðstæður hjá börnum, hvort sem það var með fötlun eða kom frá erfiðum aðstæðum eða brotnu heimili eða eitthvað, það gaf mér bara ótrúlega mikið og ég svona, ok, en svo fyrir ég sjálf í fæðingarorlof, eignast barn og nýti auðvitað reynslana líka þar sem ég fekk að vinna með alls konar mismunandi börnum, en þetta að vera aðgengilegur og vera í samskiptum við fólki gegnum samfélagsmiðluna er kannski ekki eitthvað sem að margir tengja við, en þarna fæ ég alveg svona að svala minni þörfa og vera bara kannski pínu til staðar. Einmitt. Já, ég tengdi ekki við hvað þegar þú sagðir þetta fyrst áðan, sko, vera til staðar eitthvað, býtu hvað áttu við, en sko líka, ég held að fólk þurfi að gera sér skrein fyrir því og ég, sko, þú ert ein af upprunalegu margir að spyrja
Já. Er það ekki? Jú. Það er líka það voru mjög margir að spyrja. Jú. Þetta var bara svo innlegt, það var bara svona vildi bara vera til staðar og bara svona geta svara fólki bara því sem það var að spyrja. En sko það sem er benda, það voru í alvörinu svona ótrúlega margir að spyrja. Við erum bara að tala bara, þú máttir ekki strjúka af opninuðinum og þá bara voru margir að spyrja. Já, og það er það bara ennþá í dag, maður getur náttúrulega að sé hversu margir, þú veist, replæja á storyum hans og stundum er það bara kannski upp í 700-800 mann sem að spyrja saman hlutnum. Þú veist bara eitthvað, hvaðan er skotnin, þú veist, hvaðan er þetta og það er ógeðslega erfitt að núna myndi ekki fyrir mitt litla líf bara eitthvað, þegar ótrúlega margir að spyrja, ekki nefnir sé í þannig samræðum, skilur mig, bara svona til þess að svara allir mig einu þá að þið svo er líka ógeðslega mikill hópur og ég er alveg partur af þeim hópi sem að þorir ekki að spyrja, eða skilur mig en ég hugsaði ótrúlega mikið þegar voru margir að spyrja og ég bara svaraði og setti sína story, ég hugsaði bara svona ég var típa sem myndi ekki þora að spyrja þannig ég ætla freka bara að setja það þarna í story þannig að manneskjan sem þorir ekki að spyrja sér allan upplýsingarnar, eða skilur mig ég held að ég sé kannski líka svona ofhugsari með svona hluti að svona greið manneskjan sem þorir ekki að spyrja en að ég verður bara að setja í stóri ég verður að vera til staðar fyrir hana nei, þannig að en jú, það voru rosa margir að spyrja og fólk þorði miklu meira að spyrja þegar Snapchat var því þá varst ekki með eitthvað prófæl á bakveða já, auðvitað þannig að svo lokaði ég fyrir hérna bara að það var ekki hægt að senda mig skilabóð gegnum Snapchat út af þetta var bara mikið já, þetta var bara álagið var bara fáralega mikið og ég bara hafði ekki undan í rauninni, þú veist, ég bara náði ekki að sinna sjálfur mér af því að það var svo líka það kom bara eitthvað svona tímabil þar sem að það var ógeðslega cool að vera neikvæður og gagnrýn á Twitter og það smitaðist ógeðslega mikið út á Snapchat og fólk, þú veist, átti þú veist, eitthvað Snapchat-reikning sem að þorði að senda alls konar skít af því að þú veist ekkert þessu mannskju getur ekkert flett neitt upp og veist, fólk vissi það alveg og þannig ég lokaði fyrir skilabúðin og eyddi Twitter og bara gati ekki að því að þú veist, maður fær notification og takka í eitthvað skít á Twitter sem er bara mannvonska og opnaði Instagram mitt og þar sendir fólk ekki eins eða þú veist, fáir sem þú er að senda eitthvað sem að maður hefur ekki neitt í höndunum eða skilur meiri ábyrgð á bak við það já, eða fólk sendur og maður sér það síðan og er að svara og þá unsendar það og maður er bara hvernig, ertu svona illa innrættur að gera svona þannig að sendi skilabóðin og eða sjá að þú sjáu þig og taka þig tilbaka já, þannig ég hafi það ekki á þau skilur mig er þetta eitt tilfelli eða er þetta bara að gerast? Þetta er náttúrulega voru yfir langt tímabil þannig að þetta er alveg nokkur skipti, já Jesús, þú akkur verður svona fyrir barðinu að þessu? Ég veit, ég held samt að flestir verða en kannski fáir þú að segja eða skilur mig, eins og bara til dæmis börn sem er strítt það er svo fá prósentar sem að þóra að segja að þeim sé strítt eða skilur þá til að vandamáli kannski orðið það mikið að þau bara höndla ekki sjálf ég var alveg þar ég þorði ekki að segja þetta fyrst ég var bara eitthvað, mér fannst þið úrslega skýtin ég bara váka, ég lítið að vera ömulegur snappari ég var bara skýt, eða skilur en ég held líka að ég hafi, þú veist, ég bauð alveg pínu upp á það skilur, ég var að sína þannig hluti að fólk bara eitthvað að þér, eða skilur eða sagði eitthvað ljóta hluti eða eitthvað en svo er þetta bara svo mismunandi þú veist, það er líka bara þannig að sérstaklega hérna á Íslandi við erum bara við vitum óþarlega mikið allt alla og einhvern veginn fljótt að berast út alls konar slúðursögu líka og held að það hafi svona verið mesta sem að kannski nagaði mig þegar fólk var að segja eitthvað ljótt eða skilur og eitthvað svona blanda fjölskyldunum mann sinni eða gagnrýna mann sem mömmu eða eitthvað þú veist og ég var bara eitthvað eiga mitt fyrsta barn og vissi ekkert allt í móðurhlutverkinu og þá var alveg erfitt að fá kannski frá ykkur 3 barna móður að segja ég sé ömuleg mamma skilur þú veist, auðvitað stingur það því ég er eitthvað að reyna að gera mitt besta þannig að hlýtur líka að hlakka í fólki sko, þú ert náttúrulega svolítið þú veist, ég menn þú ert að kenna svolítið að nynni bara hérna gefa góð ráð og þess að þar og séðan loksins þegar einhver mamma sér að nú get ég lesið henni pistilin uppeldi þú veist, og, já, nákvæmlega bara finna einhvern högsta á þess þannig að þetta er alveg rosa mikið svona já, þetta er búið að vera skraulegt ég gæti alveg gefa út heila bók bara þetta svona samfélagsmiðla og alls konar skilabóð sem að fengi ég fengi bóð í lítaðgerðir og ég fengi og bara svona send mynda mér búið að bara svona setja svona örvar hvar var hægt að laga alls konar hluti og svo bara eitthvað buðið mig samstarf í kjölfari og ég bara Þetta er aggressífustu skilabóð sem ég hef heyrt af eitthvað svona alls konar sem maður hef fengið sem var kannski heldur ekki verið eitthvað auglýsa fyrirtækin með að segja hvað það sé en eitthvað svona
sem fáralegt skilur sem að bara á alls ekki við þannig að þetta búið að vera alveg skrautlegt tímabil og samt líka alveg svona auðvitað tala maður líka oft það neikvæða því að maður líka svona vill segja bara hvernig staðan sé eða skilur mig en svona já, yfir heildina þá held ég þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegu tími þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt og alls konar tækifæri og alls konar verkefni sem maður hefur fengið og kynnist ótrúlega fólki í gegnum þetta allt saman þannig að þetta er alveg svona ég svona 90% hlæfrekar yfir allir sem gerist á miðlunum heldur en eitthvað neikvætt sko, þú veist, ég er ekkit eitthvað einheltisbarn af öllum sem eru á samfélagsmiðlum skilur mig, þó svo það koma alveg inn á milli alls konar, en það er mér líka að hugsa fjöldan sem að er að fylgjast með þá eru alltaf ykkur sem að þurfa, finnast þér knúnin til þess að kommenta, bara eins og í kommentakjærlunni undir öllum fréttum, bara maður hugsa alltaf bara af hverju ertu að þessu skilur þegar maður sér eitthvað svona neikvæð komment þannig að ég er búin að læra þau eru kannski frekar vandamáli þessir nettröll heldur en ég Já, þú ert örgulega að minna það svolítið á það, ekki? Jú, það líka líður oft svolítið langur tíma á milli, sko, ég er án geðveitt peppuð, svo kemur eitthvað eitt og ég er bara eitthvað öll vinna sig hún leggi, nei Þú ert að bera þann kross bara næstu mánuðina en þetta er náttúrulega þannig, þú veist, eins og hérna vorum að tala um að þú veist, maður fara eitthvað hrós maður bara, já, geðveitt, en þú veist, en síðan kemur eitthvað neikvæmt, það er bara, það fór októbermánuður. Já, en ég er orðin svona fljótari jafna mig yfir öllu svona og ég vil meina að ég muni eitthvað tímann nýta þessa reynslu í eitthvað, skilur mig, sem að já, bara ég veit ekki hvað það er, en þú veist, ég hef alls konar reynslu með þessu miðli mínum, þessum var búin að gangi gegnum og ég er bara svona maður trúið því líki, þú veist, þetta er pínu svona mér líður stundum eins og ég sé bara svona áhorfandi sem ég bara horfa á hvað sé að gerast, eða skilur mig þegar ég sé mig í sjónvarpinu og börnin mín er bara, oh my god, mamma er í sjónvarpinu og ég bara, þetta er ekki ég ég var ekki hérna þannig að maður verður líka pínu svona ég held að hérna, Adele og Beyoncé og hafa talað um að þegar þær eru í karakter, þá eru þær ekki þær, eða skilur mig, og ég tengi svolítið þar þegar maður er svona ég er bara ákveðin karakter á samfélagsmiðlum og þegar ég kemur eitthvað fram og það er bara einhver ákveðin karakter en þegar ég er heima á mér eða sæki börnum mín í skólan eða er í náminu sem ég er í þá er ég bara ég þá er ég bara þá er ég ekki þessi típa sem að fólk gagnrýnir eða er að fylgjast með því að þú þarft líka alveg pínu að geta aðskilið vinnu og einkalíf eða skilur mig. En hvernig gengur þau með það til dæmis bara klassíst að þurfa að fara út í búð? Og að fara út í búð er náttúrulega eitthvað sem að þú talar reglulega um eða innkauparlista og hérna hvað er í matinn og búðaferðir og þess að þar og síðan þegar kemur að þú þurfir sjálf að fara út í búð og bara ert ekki eitthvað geðveikt peppuð. Ég hef fengið alls konar mismunandi viðbröð í búð sko, bæði það fólk sem er bara eitthvað eða fólk sé síðan kannski eitthvað í ískapnum mínum bara þetta var nú ekki innkauparlistan, hvenær keyptir þessa sósu eða eitthvað og maður bara eða horfir ofan í hverfunum og bara býttu hvað ætlar að, þú veist, eitthvað svona spyrja mér úti hvað ætlar að gera með þetta, eða eitthvað og maður bara ég er kannski bara með podcast í eyrunum í krónunni og eitthvað sem bara stoppa mig en það hefur alveg minnkað og ég hefur líka að tala um þetta og ég tala um þetta líka bara svolítið svona skemmtilegan hátt bara þetta er óslega fyndið en hættu þessu þetta er ekki, þú veist, maður verður að setja eitthvað staðar mörk sko. En það var oftast svona fullar svona konur, kannski svona bilinu 40-55 ára sem maður leyfðu sér svolítið svona heyrðu mig nú, eitthvað svona kannski, ekki alveg sömu mörk eða skilur smá taktleysi og líka þú veist að því að mér finnst svona mín kynslóð og yngri eru með miklu meira stolt þú veist, myndi aldrei þora að segja neitt skilur það er ekki fyrir þú ferð neyri bæ og allir er búið með 1-2 drykja þá allt í henni er allir bara oh my god, hæ og ég bara hæ, eitthvað þú veist, það er alveg mér finnst það pínu erfitt sko þú veist að því að þá er ég líka bara eitthvað ég vil ekki, þegar ég er eitthvað að fá mér í glas þá langar mig ekki að vera eitthvað að þurfa að vera að svara ykkur fólki sem ég þekki ekki, þú veist, maður verður líka að virða svolítið mörk bara annara, eða skilur mig þannig að það er það eiginlega skárra þegar ég er í bónus og ykkur er að skipta sér körfunum minn og ég er að fara að gera lasagna og já, en hvað er þetta margir sem er að fylgja þér? Þú er bara á Instagram núna eitthvað? Já, þetta eru eitthvað 40.000 40.000 manns ég mynda þér
Nei, ég nefnilega vill ekki Nei, það samt ekki? Þú veist, ég meina, maður getur ekkert verið að spá eitthvað og mikið í því, þú veist ekki eitthvað pælt í því Frans, það bara 40 manns að followa. Nei, ég reyni ekki að fylgjast með því og ég skoða ekki hversu margir, þú veist, skoða storyið mitt eða, þú veist, náttúrulega getur maður að sé hver unfollowa og followa og eitthvað svona. Það er bara Ertu þar það? Nei, það er bara ekki heilbrigt fyrir neitt að skoða það. Nei, það Mér finnst alveg erfitt fyrirtækin sem að vinna með vilja stundu fá svona update skiluru af hversu margir horfa eða hversu margir, þú veist, þú getur séð svo mikið upplýsingum á bakvið. Já. Og ég ætla bara, þú veist, ekkert auðvitað, skila ég alltaf að mínu en fyrir mig finnst mér bara ekki þurfa þess að skilur, ég bara gera þetta fyrir mig að því mér finnst það skemmtilegt og ég þarf ekki að vita hversu margir unfollowu mig eða hversu margir followu mig eða hversu margir horfðu eða skilur mig, það breytir engu fyrir mig að ég bara gera það sem að mér langar að gera að, veist, þannig að en það er alveg, veitum mjög marga sem eru uppteknir að því og ég held að þá líka hættir þú svolítið að vera þú sjálfur ef þú ert ómikið að fylgjast með þá ertu fann að þóknast öðrum já, hvað gerði ég hérna, þú veist, akkur unfollowa mér svo margir þessum degi, hvað verður ég að gera þá ok, ég ger þetta ekki þá og þú veist, það verður bara ekki heilbrigt á neittnátt sko. Nei, ég mitt postaði á hérna, Facebook svona page daginn og þá kom eitthvað svona, kemur alltaf svona insights hérna, það sem getur séð hversu margir reached og eitthvað og ég bara svona hoveraði yfir það, þú veist, músum fór yfir það og þá kom ég bara eitthvað svona, hversu margir unlikeuðu eftir hennan post, hversu margir eru búin að mjúta og ég bara, hvað eru þessar upplýsingar búið, ég hef ekki sá þetta sko. Þetta þú veist, en fyrir ykkur sem að væri kannski að reyna að selja eitthvað fyrir þig, skilur, með þessar upplýsingar skilja alveg þessi bóði en ég var að tala um daginn í story hjá mér að þú veist, þú getur slögt á þannig að það getur enginn sér að storyinu þannig að ef þú ert að horfa á storyið mitt það getur ekki senda þú getur ekki senda áfram á einhvern viðinn þú veist, maður getur valið það en síðan með myndir sem hún postar á feedið þitt þú getur ekki valið þar þannig að þú veist, ef þú ferði í insights þar þá sérðu hversu margir sériðin áfram og maður bara af hverju þú veist, akkur er bara 300 manns búin að sér einhverju mynda mér skilur, maður bara svona þá fer maður að hugsa bara, hvað er að mér á þessari mynd þú veist, höfum maður bara skoðan og sem er óslega óheilbríkt þannig að það er einhverju 2 einstaklingar að ræða þessa mynd sín á milli þannig að þarna myndi ég vilja sjá Instagram loka á þennan valmöguleika. Ertu með lokað á að setja að deila þinni áfram? Í story, já. Ok, þú tókst það ákvörðum bara? Já. Út af þessu, að þú varst bara að sjá bara, þú lést eitthvað inn og bara allt í einu 100 manns eitthvað að senda þetta sín á milli? Já, og ég var bara svona farin að standa svona, þetta er einu upplýsingarna sem að ég fekk svona þráhyggju fyrir að fylgjast með. Aha. Já, og það er bara ógeðslega óheilbrigt. En ekki fylgjendur? Nei. Aldrei verið eitthvað þar? Nei. Það hefur aldrei pyrrað mig sko. Þessar tölur eru svo erfiðar sko. Þetta býður bara svo upp á mikinn eitthvað svona samanburð og neikvæðan svona spíral. Já, og ég einhvern veginn er svona ég er meira svona með fylgjendur þú veist, mér er alveg sama hversu margir fylgja mér og ég líka set kannski ekki fylgjenda töluna í eitthvað svona samingi, skil ég ekki bara eitthvað og það er svona margir en ímynda með fjöldan eða eitthvað þú veist, þannig að það skiptir mig einhver máli en með eitthvað svona eina mynd eða eitt story sem ég sé hversu margir og ég veit alveg hversu 100 manns veit ég alveg svona sirka og þú veist, það hljómar eiginlega verra heldur en 40.000 manns í mínum eirum skilur mig að einhver sé að sér bara þessu eða skilur mig, ég veit ekki ég fekk þetta bara bókstaflega heilan og þetta truflaði mig aldrei fyrir að þetta kom þessar upplýsingar, þetta var ekki svo langt síðan þetta kom og ég á nokkrar góða vinkonur sem eru líka á Instagram að gera sam og ég og við vorum eitthvað að byrja að ræða þetta og þær eru eitthvað mikið að tala um þetta og þá fór ég svo mikið að spá í þessu og svo bara hætti ég ekki að spá í þessu fyrir en ég var bara eitthvað farin að eyða úr stóriðinu mínu eitthvað sem að búa að séra ógeðslega oft og þá bara ok, af hverju slekki bara ekki á þessum valmöguleika og held það bara áfram að vera ég sjálf og gera það sem ég langar að gera þannig að þetta var alveg já, þetta er mannskemmandi sko að þurfa að þóknast svona Instagram einhvern veginn og líka bara það kom einhver svona trend daginn á eitthvað svona sem var held einhver leikur eða keppni eða eitthvað að þú ættir að deila mest lækuðu myndinni í story á feedið og man ekki hvernig það var eitthvað takk eitthvað og hann átti að gera það og þú veist og þannig áttur svona ég myndi þá séra þinni myndi eitthvað svona sem var mest lækið og þér og þú minni eitthvað svona og ég var bara og þetta var alveg svona fullandar konur sem voru að þessu líka og bara alls konar fólk og ég sá þetta og eitthvað sem að skora á mig þetta og ég bara
það getur ekki verið heilbreytt fyrir til dæmis ungt fólk sem að lifir fyrir að myndirnar séu lækar eða skilur mig, og ef ég fer að setja myndina mína, mest lækuð myndina mína, það fyrst alveg þurfti ég að fara að byrja því að skoða hvað mynd verður mest lækuð og bara svona þá fer ég að pæla meir í því bara af hverju er þessi mynd með meira læk en þessi, og síðan fer ég að skoða prófálinn í öðrum og bara, já, byrju, hvað er mest læka myndi? Já, hann er bara með 200 læk, þú veist, þú ert alltaf að fara að dæma fólk út frá myndunum og lækum, bara meikar ekki sens. Og Instagram kom með en daginn eitthvað svona pröfu uppfærslu þar sem að, ég veit ekki hvort þetta hafi bara verið á fólki sem var með eitthvað yfir x fylgjandafjölda, en þá sást ekki lækin og sást ekki hvað sem er kommenta, hvað sem er læk, og ég, hjá mér sást bara 1000 manns hafi skoðað storyið mitt og þetta var bara svona og það var bara þín megin já, á aðgangunum. Já, en þú gast ekki séð læki mín sko, þú gast séð kannski bara ef þú vart að followa eitthvað, þú veist, Jón Jónsson eða eitthvað og hann lækaði myndinu mína, þá kom bara, þú veist, Jón Jónsson hafa lækað myndinu mína já. Og aðrir. Og þú getur ekki ítt á þessa aðra? Nei, þú gast ekki séð neitt minn prófáli, ég gæti heldur ekki séð neitt en ég gæti séð það, þú veist, í insights ef ég fara bara að leitast eftir því. Geggjasamt að vita að Jón hafi lækað. Gott dæmi. Og já, þannig að þú veist, þetta var alveg svona, mér fannst þetta sjúklega gott skref, en fyrir mig sem að vinna við þetta og þurfa að skila að mér einhverjum upplýsingum var þetta kannski ekki mjög næs að sjá bara 1000 manns, skilur að sjá ekki neitt meira. Já. Þannig að þetta var alveg svona, já, mér fannst þetta gott move hjá Instagram, en svo bara hættur við og það er allt komið í gang aftur, en maður getur núna slögt á kommentum. Já, einmitt, ég sé það. Mér finnst það sniðugt. Ertu að fara að gera það? Nei. Þetta þarf líka ekkert alltaf að vera neikvætt sko. Og þú veist, maður þarf ekkert að vera ómikið fórnarlamb í þessu, ég meina þetta er bara eitthvað svona hegðun og það sem er kannski svolítið pirrandi við þetta er hvað þetta pirra mann, veistu hvað við, þú veist, að þú sérð eitthvað neikvætt og maður bara svona, hverju get ég ekki bara hort fram hjá þessu. Já, ég held að pirri mig líka bara mest er að þau kannski ekkert endilega ef ykkur sendir mér eitthvað leiðilegt, því að það er enginn sem kommentar leiðilegt eitthvað á myndinu mínar, þannig að það skipt mig engu máli, en ég hugsa alltaf bara svona, ok, ef þessi manneskja sendir mér eitthvað svona neikvætt, hversu neikvætt er þessi manneskja bara í raun og veru, skilur þú virkilega komin þangað, ég pínu bara svona finn svolítið til með þessum einstaklingur sem eru í þessu stöðu, eða skilur mig. Já, þú veist, þetta er bara reiður. Þessi þröskuldur fyrir það að vera leiðilegur er svo lár núna, þú veist, ég meina ímyndar ef þetta fólk, ef það var bara lappum og þetta fólk væri eitthvað að segja þessa hluti við þig í andlit, þú veist, það myndi aldrei gera það. Nei. Bara aldrei nokkuð tíman. Nei. Og þetta verður svo brenglað, bara mannlega samskipti heilt yfir að bjóða upp á þetta. Já, þetta finnst mér svona eiginlega eina neikvæð við samfélagsmiðla er þú veist hvað þú getur sagt hvað sem er skilur og í rauninni alltaf í gegnum síman, þú veist, það er svona sem að þú veist, við erum svo hætt að taka upp síman og bara ringja í fólk, þú veist, við erum alltaf bara eitthvað, þú veist, við erum farin að senda voice message í staðin fyrir að ringja, eða skilur mig og bara svona það fyrir allt í gegnum ykkur skilaboð skrifað og mér finnst við vera miskila hvort annað ókslega mikið og mér finnst við ókslega mikið bara svona hætti einhvern veginn að vera í samskipti við nánasta fólki okkar, skilur þú veist, eins og okkar kynslóð þú veist, amma mín er alveg á samfélagsmiðlum, ég get alveg að senda hann bara hæ, hvað segiru, en það er ekki nærðið að sama að ég myndi ringja hann bara hæ, hvað er þetta, það skilur mig og mér finnst þetta svo leðilegt með þó svo ég sé alveg að gera það sem ég er að gera á samfélagsmiðlum, þá finnst mér þetta alveg svolítið leðilegt með hvað við erum orðin svo tilfinningalaus, skilur við, og svo þú sérði eitthvað kommenta kannski undir eitthvað mynd og kannski einstaklingarnir þekkjast bara nánast ekki neitt en eru bara ógeðslega dramatísk komment og maður er bara, þetta er orðið svo innihaldslaus orð, eða skilur við. Og síðan alltaf vera að lita þetta með svona emojium sko, eins og þetta sé bara andlitssvipriðin á sjálfu þér sko, sem bara langt í frá. Og svo þú veist, bara ef maður gleymir að setja þú veist, eitthvað emoji með einhvern skilabóðum þá maður sko bara cancelaður skilur við, þú veist, það er bara þannig að þetta finnst mér alveg pínu svona orðið svolítið leðilegt og bara svona verandi mamma sem er að fara alveg börn skilur með þessari kynslóð, öllu þessi sem á eftir að þetta er ekki að fara að hætta, þú veist, þetta verður bara verra, þá ég hræðist það útrúlega mikið að þau ekki eftir að eiga sömu samskipti við fólki eins og við áttum skilur sem krakkar, þess að stelp mín er 5 ára og hún er með símór sem hún getur hringt í alla skilur, eða það sem ég gefin aðganga og ég er bara svona, er þetta gott eða slæmt, þú veist er þetta gott að því að hún fyrir út að leika og þá get ég fundið hana bara í appinu símónum mínum bara með GPS hvað hún sé og ég get hringt í hana og hún getur svarað mér þetta er bara svona eins og Apple Watch nema bara svona batna
Okay. Veist, ef hún fær í sund með vinkonu sinni þá er hún með úri og ég geti hringt í hana skilur með hún í sundi, þetta er alveg sniðugt en ég er samt svona, svo líka alveg jákvætt hún á og afa fyrir norðan og hún getur bara hringt þegar hana langar bara hæ, hvað segir og spjalla við svona afa, en svo maður líka alveg bara svona hræðir þetta mann ókslega mikið bara einhvern veginn allt þetta TikTok og þessi samfélagsmiðlar. Já, þetta er svo skemmtilegt sko líka þegar maður er að tala við bara eins og Tommi á Búllunni ég var að reyna að fá hann hingað í spjall fyrir svona 2 árum það er alltaf, hann hata að tala í síman sko, þannig ég var alltaf í svona SMS eða mail samskiptum við hann og alltaf bara blessaður Tommi, mikið væri gaman ef þú getur svarað hvort að þetta og virkilega gaman að sjá þig og verðum í bandi kær kveðja Snorri og hann alltaf bara og ég hugsa bara hann hata mig og síðan mætir hann bara blessaður, hvað segir þú, bara ótrúlega ferskur sko, það var hann ekki með neina svona tilgerðarlega takta í símanum eða tölvupóstinum og örugglega bara með enga tilfinningur fyrir því hvort hann væri, skiluru, ætti að setja einhvern broskall með eða ekki, skilur mig þú veist, bara pælir ekki í því sko. Og bara alveg sama sko. En ég er svona líka, ég hata að tala í síman eða hataði meira að tala í síman heldur en ég ger núna en ég er svona núna að reyna að vera duglegri bara að ringja bara í fólk í staðan fyrir að senda þessar vinkonum mínar og eitthvað. Þetta er samt svona smá líka lína, ég tengi alveg það sko, ég nenni oft ekki símtölum tengt því sko, eitthvað svona vinnutengt og það stundum er ég bara einbytta mér að einhverju og ég ásmá erfitt með að fólk getur bara svona gripið í mann og bara, herðu, fara að einbytta því sem ég vil að einbytta þér að núna, ég veist, svaraði þessu sem ég er að gera núna, langar svona að reyna að halda fókus, þá er náttúrulega geggjað bara, ok, þeir búin að þessu, hverju voru að reyna að ná mig, ok, þetta. En síðan er mitt upp á svona heyri ömmu eða eitthvað svona þá samanlega með að sé alveg að sama ekki það sama að senda bara eitthvað blessuð versus að ringja eða náttúrulega bara mæta gera bara eins og í færium, bara lappa inn hjá öðru fólki. Úf, ég myndi ekki meika. Ertu búin að horfa á Social Dilemma? Nei. Þú ert ekki búin að horfa á hana? Veistu hvað myndað er? Jú, ég hef heyrt af henni en nei, ég er ekki búin að sjá hana. Nei. Hvernig er svona þitt samband við snjallsímann? Ég horfa einhvern veginn á þetta rosa mikið bara sem vinnutengt eða þú veist svona ég er ekkert mikið að nota umfram það að vera að setja story á Instagram eða skilur þú veist ég er ekkert eitthvað eins og margir þú veist með eða skilur þú veist ég er ekki ótrúlega háðunum eins og kannski margir og ég reyni að þú veist frá 4:00 þangað til bara ég fer að sofa er ég voða lítið í símanum mínum og reyni bara sérstaklega ég með hann á svona do not disturb frá 4:00 þangað til 9:00 þá eru krakkarnir mínir þú veist þegar ég kemur að sækja krakkarnir mína því að maður er svo fljótur að þú veist ég ætla ekki að vera að svara ykkur fólki sem að er ekki á staðnum í frekar heldur en að það taki athyglinum mína frá börnunum mínum þannig að ég er allan með síman þannig að bara þegar við erum bara búin að borða og þau eru farin að sofa eitthvað þá svona teki ég eitt rúnt og svo aftur þú veist er hann á dónastöf ekki alveg 2 tíma ég var náttúrulega skoðan daginn hvað ég væri með svona hvað kallast þetta, skjátíma eða svona bara ekki segja screen time, þetta er skjátími screen time hvað er Solon Diego með í skjátíma? Við erum að tala íslensku hérna svona ég er bara stiðið skjátími minn ég var reyndar sko tölvan var inn í þessu að þú veist ég er náttúrulega líka í tölvunni þegar ég er eitthvað að skrifa þessa bók hana þá var þetta svona 5 tímar mér fannst það ekkert brjálaslega mikið með að ég sé alveg að vinna mikið í símanum mínum yfir daginn. Ég er einhvern veginn bara svo, ég er með svo mikla fordóma fyrir símanum, þegar ég sé eitthvað svona skjátíma sem er bara eitthvað 8 tímar og 5 af því er í tölvunni, þá er alltaf bara frábært bara 5 í tölvunni eitthvað að vinna á svona en alltaf þér er vinnan svo mikið í símanum. En sko ég held að þetta leggist samt saman sko, þú veist þannig að í rauninni kannski var þetta ekki 5 tímar eða skilur mig, þú veist ég var kannski með tölvuna, þú veist opna en ekki að gera neitt skilur mig en það leggst saman. Ég er oft með bara 5 klukkutíma í Spotify meðan ég er ekkert eitthvað 5 klukkutíma í Spotify. Þú ert ekki bara fyrir fram tölvuna og hlusta á Spotify. Nei. Þannig að þetta er svona pínu villandi sko. En þegar ég hef ekkert verið í tölvunni þá er þetta stundum svona í kringum 2-3 tíma en mér líka taka það inn í þú veist að ég stundum að svara kannski 150-200 skilabóðum á dag og það tekur ógeðslega langa tíma. Með þumlunum sko. En ég gera það yfirleitt í gegnum í tölvunni. Ég get gert það í gegnum tölvunni. Ok. Ég var akkurat að hugsa þegar að tala um Snapchat sko. Það líka, það er náttúrulega mesta ofbeldið þegar þú opnar og þá verður að svara. Þetta hefur lokaðið þarna farið og þá er þú bara eitthvað, sín, bara tjekka á öllum.
það alveg brútal sko en ég get svarað í gegnum tölvuna og það munar alveg hellinga ef maður er að svara eitthvað svona miklu en svo oft er þetta bara eitthvað svona reyni ég að taka þetta bara svona jafnt og þétt, þú veist, ég er ekkert að taka bara allt á sama tíma, skilur, ég er ekkert bara ok, sest bara niður, bara heyri, hérna eru 300 skilaboð þannig að þetta er bara svona já. Þetta eru alveg að tala um að þú sest niður og það er í alvöru einhvern tímann 300 skilaboð Nei, af því að ég er alveg duglega að svara Ég skil En ég get náttúrulega að sé þú veist hvað sem margir ég plæja á hvert og eitt story þú veist stundum að ég bara svona forröðin bara sé það sem margir búin að spyrja eins og tala um það er allir að spyrja og þá svona langar mér stundum að sjá tölun á bakveð hversu margir í alvörinu spurðu út í eitthvað þú veist en ég reynir líka að setja storyið mitt þannig fram að allar upplýsingar komi eða skilur mig þess ég er alveg orðin svolítið góð í því að segja stundum óþarfa upplýsingar í storyið sem kannski þurfti ekkert að vera en það kannski spara mér tíma við að svara Hanna, en já, stundum þetta er yfirleitt svona í kringum 150 stundum alveg upp 300 á dag á dag já. Í gær setti ég story til dæmis með varandi að fara í sund að því að ég átti erfitt með að byrja að fara í sund eftir ég eignaðist krakkana og ég fekk 700 skilabóð en það voru 3 eða 4 gluggar en samtals voru 700 skilabóð bara það að fólk að bara reakta bara sammála eða emoji eða eitthvað og bara já, hvert var pointið? Já, ég var bara að segja líka mig og já, eða bara svona, þú veist, að því að eru svo margir á sama stað, sérstaklega konur sem eignast börn síðan og bara svona, ég átti og fínt bikini á en ég eignaðist krakkana, en svo eignaðist ég börnum mín og mér langar ekkert að fara aftur í þessu bikini endilega í sund, skilur, og maður bara eitthvað, manni líður ekkert vel líka bara með barn í sundi, í sundfötum sem það líður ekki vel, ég er bara eitthvað 300 rennubrautaferðir og ég er að hlaupa í klefunum og barnið mitt er að hlaupa út í sturtunni og maður bara eitthvað, þú veist, líður ekki vel Þannig að ég var bara, já, pointið mitt var eiginlega bara svona pínu bara að deila því sem að ég var bara orðin ána með sjálfa mig að vera farin að fara aftur í sund því að ég var svona típa, ég bara, Frans, nefnir þú ekki bara að fara með krakkan, ég skal bara þrífa heima með hann. Þetta langaði mig að fara með þeim í sund, en ég fekk mig samt ekki til þess, skilur, og bara svona misti þar alveg af hana góðum tíma með fjölskyldinu minni. Ég var svona pínu bara að deila því. Já, ok, þannig að þetta var jákvæð viðbrögð sem voru að skapast þarna í kringum þetta. Mjög leðilegt að fá skítinn fyrir þetta Nei, það var engin, það var allir það er mjög langt síðan ég fekk eitthvað skít það? Já Fólk byrjaði að agast Já Þú veist meina þessi neikvæðni byrjaði á Twitter Já, eða þú veist var svona mjög sýnilega á Twitter að því að þú veist, þú sendir eitthvað á Snapchat og það bara eyðist en á Twitter þarftu svolítið að standa og falla með leiðindunum, skilur mig Þú veist, ég get alveg flett upp Twitter einhverju gömlu núna og bara þú veist, þú fyrir atvinnum við til bara já, hérna varst þú bara eitthvað að rasshaus á Twitter af hvernig þessu, skilur akkur að ég sína ráða inn kannski, þú veist bara búin að blóta ykkur í sandu ösku og ætla sína að sækja vinnu með ykkur börnum, auðvitað eftir googlaðir og þú veist, þú veist alveg skoðaðir og hún sækir vinnu ef ég sæði síðan bara eitthvað sem væri bara eitthvað ógeðslega neikvæður á Twitter og væri bara með eitthvað svona leiðinda skít bara á engri ástæðu ég myndi ekki ráða þann einstaklingi vinnu fram yfir næsta sem að hefur ekkert, skilur, sem ég sé ekki allavega neitt á netinu eða þú veist, neitt neikvætt eða fattur mig algjörlega Þannig að mér finnst svona fólk kannski gleymi því svolítið að neti gleymir engu það er bara þannig Já, algjörlega en það er náttúrulega líka verið svolítið umdelt sko, það er hérna eins og núna þegar það er að grafa alltaf upp svona gömul ummæli frá fólki og þú veist, og bara, þú veist alveg hvernig tíðarandinn breytist bara, hérna, fólk er að segja eitthvað fyrir 10 árum og sem bara, núna þykir það bara alls ekki í lagi og þá er alltaf svona verið að tróða því í andlitið á fólki og þá átt verið til svona leiðileg umræða bara svona, býtu, þú veist, hvernig varst þú fyrir 10 árum manstu hvernig þú vannst, hvernig þú hugsaðir og hvað þú sagðir og allt þetta Ég er alveg sammála því, en mér finnst þetta samt svolítið svona umræðaefnið skiptir kannski svolítið máli og bara hvert tilfelli fyrir sig mismunandi sko. Ef þetta var bara eitthvað svona meikað ekkert sens, og ég er alveg sammála því að veist, fólk gerir mistök og lærir að þeim skilur og þú kannski setur eitthvað staðar út og bara sérð síðan eftir og þú getur sagt bara virkilega að þú bara já, veist, ég er bara orðin betri einstaklingur í dag og myndilega gera þetta í dag þá er ég engin manneski að dæma það skilur fyrir ekki bara að hrósa manneskinu fyrir að sjá það skilur en þetta er meira svona, já, mér finnst svona neti gleymir engu og sérstaklega ekki þú veist, eins og á þú veist, þú kommentakerfið undir þú veist, fréttum finnst mér ætti bara ekki vera til en þú veist, það og Twitter finnst mér svona mest að því það er að fletta því upp skilur mig annað sem hún sendir er bara persónulega á eitthvað einstakling er bara milli 2 einstaklinga skilur mig ég er ekki að segja þessi skárra en það er svona öðruvísi ég myndi aldrei þora að setja eitthvað á Twitter bara eitthvað
sem var úrslega ljótt, eða skilur Nei. Það er alveg magnað hvað fólk segir þarna sko og líka bara svona hvað verður til mikið svona samfélag og vissi hluti sem að virka og þú getur jafnvel bara slætað inn rosalega neikvæðum og leiðilegum hlutum í ljósi þess og sért að reyna að bæta eitthvað og það er bara alls ekki að gera það sko og það vita allir af þessu og ég meina, ég held maður tekur örugglega þátt í þessu sjálfur innan vinahópsins eða eitthvað, maður er örugglega segur þetta sjálfur en þannig er þetta bara svo skýrt, maður bara svona oft ferðan inn, bara hvað samfélag er ég komin inn í bara, hvernig getur fólk verið að taka undir þetta og hvernig nenni fólk bara yfir höfuð að skoða þetta sko. Já, ég var alveg bara svona fyrir svona tíma, var ég alveg svona ég myndi ekki segja ég hef verið neikvæður einstaklingur, en ég var vissulega neikvæðri en ég er í dag og ég tók bara meðvita ákvörðun að bara eyða Twitter, logga mig út af öllum grúppum, þú veist, þegar maður verður foreldri þá oft svona fer maður í ykkur grúppu sem var svona þú veist, það þótti svolítið ekki segja, þótti ekki vinsælt en þú veist, það var vinsælt, þú veist, svona alls konar mömmugrúpur sem fólk var svona deila bara mismunandi og eitthvað sem að fó bara mín persónulega skoðun svo að það fó bara úr böndunum sá svo grúppa og til fullt af svona grúppum og ég tók bara með þetta ákvörðun að fara úr þessu öllu og þú veist, var það bara með Instagram og síðan skoði ég bara, þú veist, fréttamiðla og okkur svo leiðis en ég fann bara hvað mikið léttir, þú veist, ef ég sé þetta ekki þá veit ég ekki af þessu, eða skilur mig ég er samt ekki að missa afninu í þjóðfélaginu skilur mig, og mér fannst þetta svo þegar ég áttaði mig á því hversu mikill óþarfi þetta var, það væri bara svona ef ég sé þetta ekki þá veit ég þetta ekki eins og þegar fólk er bara eitthvað sér eitthvað ljótt eitthvað og bara segir mig frá því og ég er bara, já ok, og hvað? Maður gleymir sér rosalega í svona fréttum og hérna eins og vorum kannski að tala um þegar við hérna áður en byrjum að taka upp og þetta er eitthvað sem við náttúrulega búið að segja margótt og fólk veit alveg, en bara hlutinni gleyma svo fljótt sérstaklega hérna á Íslandi en þú veist, það bara eins og þetta sumar er búið að vera bara klikkun hvað var það bara brjálaði út í heimi brjálaði hérna á Íslandi og ég bara svona rifja upp nokkra hluti sem voru að gerast bara, já, einmitt, þú veist, það er enginn að pæla í þessu akkurat núna. Nei. Ekki það er ætlast til þess að gera lítið úr þessum hlutum eða þá fólk ætti að vera að pæla í þeim eða eitthvað, ég bara svona einmitt, þetta eru stóru málin sem eru í gangi og þau lifa ekki lengur en þetta. Algjörlega, og mér finnst líka að það er svo mikið að keppast að bíða eftir eitthvað misti í sig. Já. Þú veist, það er svo mikið verið að rýna í allt og vera að reyna að finna eitthvað sem að ykkur gerði til þess að taka manneskina niður, eða skilja mig, mér finnst það svo mikið vera svona að fókusa á það neikvæða sem er þú veist, það er að segja jákvætt í öllum og mér finnst það svolítið mikið gleymast og mér finnst það svo útrúlega leiðilegt og sammálaði að þú veist, hlutinni gleymist þú veist, mjög fljótt og sérstaklega finnst mér á Íslandi þú veist, að ykkur segir eitthvað og það kemst ekkert annað að í nokkra daga og svo bara eins og það hafi ekki gerst, það er bara búið en og ég hef alveg kannski ekki verið tekið þannig, ég er ekki að segja ég hef verið tekið þannig fyrir það bara allir að tala um það og svo er það búið en auðvitað líður manneskina þannig sem er kannski tekin fyrir og svo hugsa maður líka bara svona en manneskjan sem lendir í því að vera tekin svona mikið fyrir hún er ekkert jafn fljót að gleyma því eins og allir aðrir sem að lása svo frétt og sögðu öllum í kringu sig frá þessu og voru að jafnla á þessu skilur mig manneskjan sem að er verið að tala um þess, ég held að mér það líka svolítið gleymast að við erum að tala um eitthvað sem er tekin fyrir og við erum bara shit, ok, en það hvartlar einhvern veginn aldrei að fólki bara hvernig allir sem einstaklingi líði hvernig allir honum líði þegar allir er búin að gleyma þessu veist, og þú er hann að taka þetta aftur upp og tala um þetta þegar hann hrættur að veist, allir aðrir fara bara aftur bara já, muni ekki eftir þessu skilur mig veist, einstaklingurinn er ekki sá sem lendir í þessu, er ekki svona fljótur að gleyma eins og við hinn sem erum að jafnla á þessu kringum hann skilur mig, mér finnst það svo oft gleymast og bara svona alveg saman hvort það er Trump eða ykkur annar skilur þú veist, það er samt einhver manneski á bakvið þetta skilur mig og þú veist, það sárnar öllum sama hver það er, ekki ég sé að verja Trump en þú veist, sama hver það er skilur mig, þú veist, mér finnst það svona pínu gleyma því að því að við erum orðin svo einhvern veginn fjarlæg að því við erum bara eitthvað að posta einhverjum myndum og það sérst ekki neitt svona persónleiki gegna og við gleymum svolítið bara svona aðgat skal höfði í nærveru sálar eða þú veist, svona það situr alltaf eitthvað eftir og þetta er líka svona ójafn leikur að því leitin til og þú pottet fengið bara, þú hlýtur á að fengja að kynnast því að bara, þannig þú ert að deila einhverju bara góð stemming, skilur hvort ekki að reyna að gera neitt slæmt og einhver
byrjar að tjá sig neikvætt þig og þetta er svo mikil einstefna út af því þú myndir aldrei þú með þína fylgjendur taka þennan einstakling á móti fyrir bara einhver kona sem stoppaði út í bónus eða krónunni eða einhver maturubúð að spyrja hvað þú ert að gera þú veist, þú myndir aldrei snúa þessu við og þetta fólk myndir aldrei lendi í þessu sjálft og þannig að það bara veitir ekki hvernig þetta er þetta sem þú ert að lýsa þannig að fá einhverja gagnrýni sem bara gleymist það veist, þetta er ekkert gleymt hjá þeim sem fékk gagnrýnina og mér finnst líka bara svolítið gleymast að ef að og þó svo við séum að ræða þetta vil ég taka fram og ég er ekkert eitthvað að setja sjálf mig sem fórnalöf þó svo við séum að ræða alls konar svona vinkla á þessu skilu það er ekki að tala um mig persónulega bara svona almennt með samfélagsmiðla en þú veist eins og ef að þú myndir gagnrýna mig þú veist sem fyrir mitt í rauninni á mínum samfélagsmiðlum ef ég tæki þig fyrir tilbaka þá getur þú kært mig en ég get ekki kært þig Nú af því ég er flokkur sem fjölmiðl þannig að þú mátt kæra mig en ég eitthvað hluti vegna get ekki kært þig Ég vil það ekki Já, nei, og þetta er nefnilega fáralegt og þú veist eins og þegar fjölmiðlar taka fólk fyrir að þú veist eins og bara það er einstaklingur sem að það var dæmi tekið fyrir og kom svakalega mikið fram í fréttum og var allt brjálað eins og einstaklingur ætlaði að verja sjálfan sig og aðra og tekur blaðamann fyrir en þetta bara snerist gegn honum og þú veist blaðamaðurinn kærði hann en einstaklingur sem að tók þetta fyrir sem var upprunalega tekin fyrir gat ekki gert neitt Já, og það er svo innan lagaramanns Já, okay. og það er það sem að setur fólk sem að er á samfélagsmiðlum þú veist, þú ert bara svo berskjaldaður skilu, þú getur ekki gert neitt ef eitthvað myndi mæta heim til mín og þú veist eða gera mér eitthvað ég er eiginlega yngri stöðu að gera neitt skilur að fá eitthvað aðstóð eða skilur mig það er alltaf bara eitthvað að þetta flokkast undir eitthvað hluti vegna sem fjölmiðl eða þú veist, eitthvað svona miðill og þá fjölmiðlalögin eru eitthvað neginn þannig að þetta er alltaf eitthvað mjög flóki og þú veist, mín staða er eiginlega engin skilur þannig að þegar maður er tekin ótrúlega mikið fyrir og maður er alltaf að reyna að standa með sjálfur sér þá er það bara ekkert hægt Nei. Það er ógeðslega erfitt og það er eitthvað sem að ég upplifði svolítið og ég reyndi að þegar ég var bara alveg að bugast bara gati ekki meir á þú veist bara fyrir mig persónlega og ætlaði að leita mér ykkur að ráða og aðstofur og eitthvað, þá kom ég bara lokuðum dyrum allstaðar, bara sorry það er ekkert sem ég geti gert, bara svona er bara fjölmiðlalögin. Já, ok, ég mitt gagvart þessu þá. Já, ok, vorstu ekki að tala um sálfræði hjálpa Nei. Sorry, hættu þessu bara. Þannig að mér fannst það útfælega erfitt og þá leið mér bara svona ok, það geta allir aðast að mig en hvað ég gera, skilur við. Já. Hvað, deildu nú ráðinu með okkur sem að þú fékkst frá ónefndum aðila? Já, sem ég man ekki hvað heitir. Já, hann er ónefndur út og bara veist ekki hvað heitir. Já, sko, ég fekk svo ótrúlega gott ráð því ég þurfti sem mest á því að halda frá manni sem var mjög góður og kom til mín og sagði að maður er ekki nafli alheimsins þó sem mann er líðið þannig og þegar maður er mikið á milli tann og fólki eða maður lendir í ykkur og maður finnst það hafa allir lendið í því að þú farir ykkur út og þér finnst allir vera að tala um þig, skilur, hvað sem út í nemi í skóla eða í vinnu og kemur ykkur upp á eða skilur mig og hann sagði sér við mig að maður er ekki nafli alheimsins og það er ekki allir að tala illa mann þó sem maður heyri bara slæmi hlutina að þeir sem að standa með þér eða eru sammálaðir eru þeir sem að segja ekki neitt og þú er ekki að koma og þú veist, taka slægin eða vera á móti öllum eða skilur mig, það er alveg ekkert allir sem legg í það að vera eitthvað ég er ekki sammála, þú veist, einn á móti hinum þegar það er eitthvað svona neikvæð umræði í gangi en það líka kannski er þessi svona stemming að þegar eitthvað kemur upp á og segjum bara að sé einhverja gagnrýna þig og þú segir ekkert og fólk er samt með þér í liði veist, þá er fólk bara, hún er örugglega góð ekkert mál, ég ætla ekkert eitthvað að fara að peppa hana tilefnislausu en það er kannski fyrir að þú kemur fram og segir bara, þetta er að taka mjög mikil bara þetta hefur mikil áhrif á mig þá kannski kemur fólk og stiði þig og þess vegna er ég ánægð með ástæðan fyrir að fá til að deila svo aftur er út af að þú ert síðan núna átta þig á því hvað þetta fólk stendur sem er tekið fyrir og ert duglega bara að koma með peppið að fyrra bræði. Já, af því að líka ég held, þú veist þá veit ég líka bara hvernig það er að bara fá kannski ein ótrúlega hvetjandi skilaboð þegar mann er líður kannski sem vest eða tekin fyrir, þú veist, ég veit hvað skiptir miklu máli að því að nákvæmlega þessu skilaboð gerði svo ótrúlega mikið fyrir mig á þessum tíma og ég bara svona hugsa alltaf um þetta og þegar, þú veist, þetta er bara eitthvað svona sem að þetta bara koma bara svo brjálæslega góðan tíma að ég hugsa þetta svo oft og þegar að ég
sé fólk sem að er í svipum sporum, þá vil ég heldur ekki vera manneskjan sem að stendur með þeim ósámála neikvæða röddunum og ætla ekki að segja neitt, þá vil ég frekar vera manneskjan sem að segir eitthvað og vonandi eitthvað kemur sér að góðum notum fyrir viðkomandi, af því að það er ógeðslega erfitt að vera líðin sem að sé bara eitthvað einn og þú er ekki að tala um þessa hluti, af því að þegar ég loksins síðan sagði eitthvað bara já, þetta er búið að taka bara ógeðslega mikið á, ég sagði þetta í podcastinu hjá mér og Kamilu og þetta átti að vera ógeðslega skemmtilegur jólaþáttur og fyrstu 14 mínúturnar er ég sko bara með ekka, ég gæti ekki tala, ég grét svo mikið í podcastinu og við ætluðum allan tíman að kötta þetta út, síðan leiðum við þessu bara að vera inni en það bara skín svo mikið gegn hvað mér leið illa og ég loksins bara ákvað að segja eitthvað því að það er fólk heldur bara já, ekki taka slægin, bara leiðu þessu bara ganga yfir, bara fólk er svo fljótt að gleyma og eitthvað, það er eiginlega erfiðast að þegja og segja ekkert og leyfa bara fólki að vaða yfir sig og bara halda bara stoltinu bara, já, ekkert mál, skilur, það er eiginlega, mér finnst það erfiðast að bara að segja ekki neitt og þarna bara opnaðist bara fyrir eitthvað sem við vorum að ræða og ég bara sprakk og Kamila líka bara heldur svo góðu, hún hélt sér bara allan tíman og ég man bara hún svona einhvern veginn var eitthvað svo nálægt mér og hélt bara í mig allan tíman og var bara, hún hélt bara áfram, bara hélt algjörlega rósin og bara spurði mig og bara náði að vera sjúklega góð partner í þessum þætti af því að þetta hefði alveg getað orðið þannig að við höfum bara hitt að kött og bara, en þetta urðu alveg samræður og ég fekk hana smá glugga til þess að segja bara nákvæmlega hvernig mér leið og þegar fólk hlusta síðan á þetta og ég talaði ekkert þetta síðan í story en eitt hjá mér á Instagram hjá mér, þetta var bara í podcastinu og svo sjúklega margir sem bara oh my god, ég hef aldrei ekki trúið, skilur hversu illaði leið og ég eitthvað bara já, en orðið svo eðlilegt fyrir mér en svo því núna því ég hlusta á hana þátt að ég bara shit, en er alveg gott fyrir mig núna að hlusta á hana því að ég sé hversu langt ég er komin síðan þarna, ég er búin að vinna útrúlega mikið í sjálfur mér þarna og ég sést að segja sem þætti að ég hafi loksins leita mér aðstofur og panta mér tíma hjá sálfræðingi og ég átti bara sjúklega erfitt með það því ég var svo hrædd allir myndi dæma mig og bara eins og mjög margir sem að hafa ekki farið til sálfræðings og ég erfitt með að stíga þau skref og ég var þarna bara mjög brotin einstaklingur þegar við tókum upp þann þátt en svona eftir að hyggja var það alveg rétt hjá mér rétt ákvörðun að setja hann í lofti að því að ég held að fólk hafi líka bara séð svolítið aðra mynd og fullt af fólki sem eru fjölmiðlum sem hlustu á hana þátt og báðu með afsökunar sem hafi skrifað ykkur greinar og þarna svolítið svona fannst mér ég hafa svolítið unnið að því að eftir þetta hefur ekki komið ein grein neikvæðum með neinstaðar og ég bara svona ok, þetta var kannski bara það sem maður þurfti og það er fullt af fólki, ekki það alls ekki ég sé að setja í samhengi en þegar fólki líður svona illa og teki fyrir og ég þekki að bæði frá fyrsta hendi, ég þekki að frá vinum mínum sem að gera sama og ég og erlendis eins og á þessum tíma var þarna Lofaland stjarnan sem að fyrirfór sér að því að það var búið að gjörsamlega hakkan í sig á netinu og fullt af fólki sem hafa bara ekki höndlað þetta og þarna pínur svona opna ég bara á það sagði bara virkilega hvernig mér leið það var ógeðslega erfitt og ég held að fólk hafa svolítið svona ok, þetta er bara í alvörun orðið svona alvarlegt og við erum bara að brjóta einstakling niður að yngri ástæðu og það alveg, já, hjálpaði mér að bara svolítið svona létta líka á mér því að það er útrúlega erfitt síðan að halda úti bara eðlilegum samræðum með fólki þegar fólk veit ekki innst inni hvernig manni líður og maður er alltaf bara, jú, gengur bara vel og fólk er bara það er alltaf að tala um einhver neikvæð hlið á samfélagsmiðlum mér finnst það alveg nauðsynlegt af því að það er þetta hefur svo mikil áhrif á fólk þetta hefur líka áhrif á fólk sem er einstaklingur sem sendir svona skilabóð það hefur áhrif á fólk sem tekur á móti því fólk sem les leiðinda gagnrýni þetta er bara svona neikvætt á allan hátt og þarna hef ég bæði þekkja já frá fyrstu hendi og þekkja síðan já mjög góða vinn sem að lendi mjög illa í því og sem betur fyrir fekk hans bara aðstofa strax að þetta er ekkert grín þannig að já en það kann líka bara enginn að takast á við neitt svona, eða þú segir sko þetta er ekkert grín, það er bara svona þetta sem þú ert að tala um þetta er svo brenglað þetta er bara allt í einhver fjöldi að, eða bara einhver aðali að segja eitthvað um þig og allir einhvern veginn á hliðalínunni bara fylgjast með, bara, hvað gerist næst ok, alveg, og svona geða spenntir og þetta hefur engin áhrif á þig, þá bara svona sitja á hliðalínunni, fylgjast með sem bara þegar partíið búið þá fara allir, en bara þú situr eftir, bara, hvað var í gangi og svo hugsa maður bara
hvað ætlast fólk til þess að það, þú veist, að gerist, skilur af hverju fólk svona tekið fyrir hvað, þú veist, eftir hvað er verið að bíða, skilur Já, þetta er þessi þórðargleði sko, að einhvern veginn hlakkar í fólki þegar ég gengur illa eða þegar öðrum gengur illa En hvað svo, þú veist, hvað ef að síðan að gerist eitthvað virkilega slæmt hvað þá, skilur hvað ef að fólk bara höndlar ekki þetta áreiti og þessa neikvæða athygli og bara já, þú veist, hvað ætlar þetta fólk þá að gera, skilur eru að bíða eftir eitthvað slæmt gerist Já, er ekki bara líka búið að gerast nokkur sinnum og það bara síðan gleymist eins og allt annað bara svona, já, alveg, það má ekki ganga langt síðan svona bara þarf að slá aftur á puttan á fólki þegar að algjörlega, en einhvern veginn svona finnst mann eins og að sé vera, þú veist, það er bara markvist verið að reyna að brjóta sömu einstaklingarna niður, það er ekki að tala endilega sjálfa mig, bara það er bara alltaf eitthvað nýtt tekið fyrir, það er bara alveg sama hvað það er og maður bara svona ég bara skil ekki pointi að skilur hvert þetta á að veist, hvað er markmiðið og það er einhvern veginn svona engin rammi fyrir mistök það er alveg erfitt Finnst þú geta nýtt þína stöðu til þess að hjálpa þessu fólki? Já, sko, hjálpa þessu fólki þá er það kannski að tala þegar kom eitthvað svona tilfellu upp og þú þekkir til eða þess að þú hefur það mikla reynslu af einhvers konar svona krísustjórnun Já, og ég hef líka reynsluna líka að ég bara frá því að þú veist, ég var krakki, skilur þú veist, bara eins og að tala maður, bara svona höfnun og bara svona Hvað áttu við með þessari höfnun? Bara það, ég þekki ekki sérst, pappa minn og bara, þú veist, svo fjölskylda bara, ég raunin það er erfitt að þú barn að þú þekkir ömmuðina afa og þekkir fransískinni og pappa og hann og konu og börn og eitthvað, svo bara allt í einu bara er það bara svolítið svona kift undan manni, skilur og bara lokast að nákvæm rammi og það er alveg erfitt, það er alveg mikil höfnun og það er ástæði fyrir því að þú veist, ég er alveg stressu fyrir því eins og með mín börn að kynna þau ekki fyrir, þú veist, nú eru foreldrar mínir fóstupappi minn og mamma ekki sama lengur, þú veist og þegar það kemur eitthvað nýtt fólk inn í líf okkar, þú veist, ég er alltaf úttalega hrædd að þau kannski tengist einhverjum böndum við fólk sem er til staðar í ákveðin tíma og svo bara ferða, eða skilur þetta er eitthvað sem ég hef miklar, þú veist, svona áhyggjur af og er ógeðslega hrædd við svona höfnun og þetta er með partur af svona þess að vera hafnað, skilur, auðvitað er ég ekki að reyna að þóknast neinum á samfélagsmiðlum, ég er ekki eitthvað, þarf ekki að fá ykkur viðurkenningu, skilur mig, en það er alveg leiðilegt þegar maður upplifir svona bara eins og fyrir alla, skilur, maður sé ekki nógu eða fólk bara já, ég veit ekki þessi höfnunar tilfinning allavega situr svolítið í mér og ég finn þetta allavega svona sem höfnunar tilfinningu, skilur mig, að maður stendur sig ekki vel eða eitthvað er neikvæður eða eitthvað svona, maður líður svona eins og maður hafi ekki tekist eitthvað, það skilur mig Einmitt þú erum búin að ræða svo mikið fólk að tala eitthvað annað fólk á netinu sko, við erum samt alveg fersk mjög fersk það var hann Jón Steinar dómari, veistu hvað þetta er? Nei. Það var eitthvað að kasta skít í hann á netinu og ég man ekki á hvað ástæðu hvort hann átti að skilja það ekki en hann bara, býtu, hvað er það fólk að segja? Og reynda að ringi þau og það svaraði enginn og síðan einhver svaraði eitthvað, láttu mig í frið og skemmt á og mér finnst það svo gott, sko, það var svona einmitt merki bara eitthvað svona ákveðin kynnslóðaskipti bara býttu nú við, þessi aðeins að segja þetta ég ætla að heyra þess í honum ringi í hann það er þetta mjög gott þetta er bara allt og mikil fjarlæg það bara geta að senda einhverja texta runu og það bara hittir í þig og síðan getur bara lagt síma frá þér og láta eins og ekkert hafa gerst já, það er brenglað sko það er brenglað hvernig er framhaldið hjá þér? Þú ert að fara að gefa út bók aftur? Já og við erum náttúrulega að gefa út bók saman ég er náttúrulega sko ég er meðhöfundurinn já, sá ég hvað falli mynda mér á heimabókinni, coverinu fólk lítur að hafa séð það já, sérst langa leiðir að þú veit ekki þá mynd já, ég er að gefa út aðra bók skipulag, hinn var svona heitir hún skipulag? já hinn var svona meira þrif þetta er meira svona þetta er svolítið helst í hendur og er skipulagsbók og hún verður bara svona í sama formi og heima bókin svo er ég að gefa út með henni er ég að gefa út dagbók já, ok, ekki af hverju ert þú ertu vel aður í þessum málum? Ertu svona skipulag? Já, mjög já og er þetta eitthvað svona aðferðir eða? Já, bæði og líka bara svolítið svona fyrir fólk sem að langar að vera
með betra skipulag bara svona hvar á ég að byrja, ég held að það sé yfir þetta mesta svona vandamáli eða skilur bara svona, mér langar rosa mikið að taka geymslunum minni gegn en hvar á ég að byrja, skilur fólk getur alveg ruslað öll út en svona hvað svo og líka bara svona að fá held ég bara hvað segir maður, inspo hugmyndir og bara svona sjá þú veist fallega myndir og bara alls konar svona tips and tricks. En byrju þannig að það ein bók sem er svona sem þú myndir í rauninni lesa. Já, þetta er svona lesbók og vinnuhefti. Já, vinnuhefti, ég veit, góð þar. Já, nei, og það er alls konar listar, þú veist eins og þetta er skipulag, hún er skiptið í 2 flokka, fyrir hlutin er heimilið, eða fjölskyldan og heimilið og seinni er veislur og viðburðir þannig að það er reisa brúðkaupskafli útskriftir, fermingar, skírnir alls konar svona myndir, hugmyndir þó svona sirka það sem þú þarft eða að fara í brúðkaup og þú getur bara exa út það sem þú vilt ekki, þú veist alls konar, já, listar með hversu miklu fyrirvara þetta bóka kirkju og prest og eitthvað svona sem að fólk kannski hræðist að vera að gleyma ykkur sem að ég upplega alveg smá þegar ég var að gifta mig sjálf og ég eitthvað svona er ég að gleyma ykkur, þú veist, það er einhvern veginn yngi sem heldur utan þetta fyrir mann nema maður sjálfur og Ert þú bara í gamla góðu to-do listunum með það? Já, svolítið mikið og það verði með síðan í dagbókinni sem að verði bara, þú veist, 2021 dagbók, þar aftast eru alls konar listar, þú veist, fyrir brúðkaup, fyrir ammali, þar sem að þú getur síðan bara, þú veist, skráð sjálfur, það verði svona tilbúinu listar sem að þú getur nýtt og getur bara annarkvæmst rifið það úr eða nýtt og aftur eða hvernig sem er, þannig að þú ert að fara að halda upp á ammali eða fara í ferðalag eða þú veist fara til útlanda þá getur þú að sé svona sirka bara já ok, þetta er bara pökkunarlisti, ég þarf þetta í útilegu, ég þarf þetta í sumumbústað já ég fyrir sumumbústað, þarf ég að taka tuskur eða þetta með og sé bara svona yfirleitt yfir allt skipulagstengt. Kekja? Já, einmitt, þannig þú ert þetta kemur ekkert óvart á þessi svona skipulag já, svona með við okkar störf saman og líka svona þrifa tengt sko, helst þetta ekki smá í hendur? Eða? Jú, eiginlega bara svona einhvern veginn að vera með hlutina í orden. Já, mér finnst þetta eiginlega bara svona það verði allir hlutir að eiga sinn stað, af því að þú getur ekki gengið frá eða tekið til ef það, þú veist, þá ertu bara að færa frá einum staði yfir annan, en ef allir hlutir eiga sinn stað, þá er einhvern veginn bara svona þælar, það er bara ákveðið skipulag. Já, ég skil þig, ok, einmitt þá ertu aldrei að færa bara á milli, þá er annarkvort hann ekki á sínu stað eða hann er á sínu stað. Já, hann er bara, þá þarft ekki, þú veist, fólk er bara ég er svo lengi alltaf að taka til og ganga frá og eitthvað, en ég er það ekki að því að ég er líka með svona pínu svona minimalískan lífstíl, þú veist, ég á ekkit ógeðslega mikið að dóti, ég á bara það dót sem ég þarf og það á bara allt sinn stað og það sem á ekki sinn stað, þá bara á ekki heima já, þá svo erum við flokkunum fyrir það sem ég ætla ekki að eiga. Nei, þetta er meira svona já, bara skipulast í skápum og skúfum og barnaherbyggi og alls konar skemmtilegt, sko. Eitthvað sem ég hef búin að gera í 5 ár en aldrei kannski tekið allt saman og sett í eina bók, skilur mig. Og það er skemmtilegt að gera svona stóran brúðkaupskafla því að mér langaði alltaf að gera brúðkaupsbók en ég held að sé bara ekki alveg markaðurinn fyrir það að gera bara bók fyrir brúðkaup. Þannig að það verður bara stór kafli vistur og viðburði. Það er mjög gaman að halda partí og veislu. Þannig að það verður stór kafli þar með alls konar skemmtilegu. Geggjað. Er þetta gaman? Ertu að fíla bókaútgáfuna? Ég held ég ger ekki fleiri, sko. Nei, ég sagði þetta líka með heima, en já, ég sé bara ekki alveg hvað ég ætti að gera annað, eða skilur mig. Það kannski kemur bara til þín. Já. Það voru mjög margir sem held þetta var uppskriftabók. Já. Að ég hef alveg gaman að elda líka. Nei, Friðrik Dór tók það. Friðrik. Já, hann tók það ekki að mér. Þannig að ég held mér bara við heimilið. Nei, ég er allavega mjög spennt fyrir þessu og þetta er alveg svona eitthvað sem að kemur svolítið náttúrulega fyrir mig en fyrir aðra kannski ekki og mér langaði upprunalega að gera bara svona dagbók, þú veist, bara svona við getum skipulagt þig með þess lista og eitthvað og svo ég eina vinkonu sem er ekki eins skipulag og ég myndi bara ekki vita hvað ég ætti að skrifa í þessu bók þannig alveg, þannig að það er kannski að byrja bara alveg á byrjunni, gera út skipulagsbók, svo að fólk getur kannski nýtt það sem að langar að vera sem er skipulagt þannig að mér vantaði pínu eitthvað svona tól fyrir sjálfa mig til þess að skipulagi mig, svona dagbók sem er með því sem að ég vil koma fyrir, ég er ekki eitthvað einblína kannski sérstaklega á dagana sjálfa, þú veist mánudag þarf ekki að vera 6 línur fyrir mér en vikan sjálf finnst mér meira að skipta máli ég sjá yfir sinni við vikuna þú veist, getur fyllt inn í notes og eitthvað svona to-do lista og þú veist hvað ég ætla að kaupa matinn og eitthvað svona
Ertu sjálf með svona skipulagsbækur? Hef alltaf bara verið með allir símónum mínum. Já. Þannig að ég er mjög spennt að hún kom úr prentun og ég geti nýtt hana sjálf. Já. Ég hef aldrei fyrirgefið mér að hafi ekki náð að giska á nafnið á syniðinum. þú einmitt sko, ég ánægði með hvernig þú lýsir sjálfur sko, þú talar bara, ég er feimin, ég er stjórnsum, þetta er, en þú ert líka alveg frekar opinn. Já, og ég man þú varst að fara að skýra soninn og ég eitthvað, ok, hvað á hann að heita og þú eitthvað, byrjar á M og ég eitthvað, wow og hún bara sagði mér það, ég eitthvað, já ok þú veist, giskaði á okkur og þú eitthvað, nei, M-A ég eitthvað, ok og ég var svo vissum að þetta Magnús sko Magnús það var bara svona fyrsta sem kom upp í hugan sko sér eitthvað, Maron það var einn sem að náði að giska rétt á nafni og það var bara sama dag skýrnin var og þú þekkir mér þess að hann strák Starki, hann er erlindakar Starkaður Róbjartsson hann að giskaði hann bara út í loftið hann sagði, ég er alveg nokkuð sem það var hann og sagði við Erlu að hann heit á potið þetta Maron af því að þau vissi líka að hann ætti heita M ég var búin að segja stelpunum það en ég var svo einu sem vissi að það væri M-A já, okkar sambandi svolítið svona við hefum líka svona fallega paramynda okkur svona óléttu mynd ég er búin að gleyma henni svo mjög random, ég heldur að setja ennþá með hann á Instagram hér. Er ég? Ég held það, eða Björn bara annarkvort þetta var mjög skrítin mynd þetta var fyndið var hann ófættur? Já, þetta var í útgáfupartinu með heima en af hverju var ég þá að giska á nafnið á hann? Nei, það var fyrir skýrnina, það var löngu setna við vorum eitthvað að gera eitthvað annað þá ok já, ég er ekki alveg að ná að setja rétt á tímalínu en þetta var í mest fyndið mynd já, þetta var svolítið steikt mynd, ég, þú og Björn Bragi og ólíktukúlan mín ég með hendina á hann já, nei, hún verður fyrirgefin þessi mynd þetta var skemmtileg mynd, já neti gleymir samt aldrei nei, neti gleymir engu sko það er að versta herðu, við ætlum bara að kalla gott hjá okkur já einhverjar svona loka fréttir af Sólrún eitthvað skemmtilegt í gangi námið náttúrulega já, ég er ánægð með, það er eitthvað skemmtilegt challenge og hljóma líka eins og þú talar um þetta sé hérna svolítið gefandi já, ég er alltaf mjög spennt fyrir þessu sko já. Þetta er eitthvað svona, ég lóksist búin að svona með líðin sem ég hef fundið eitthvað sem var mjög skemmtilegt sem ég kannski pínu vantaði já, vel þó að kennarinnir sé að kenna þér eitthvað samfélagsmiðla og eru með færri followers heldur en þú ég er bara mjög spennt að vita hvað þeir hafa í pókuhotninu sko, til þess að kenna ég er í alvörinu mjög spennt fyrir því sko. En ætlið þeir sé að reyna, með einhverju móti markmiðið með þessu námi að reyna fjölga followerum fyrir einstaklinga á samfélagsmiðlum? Ég held að þetta sé meira fyrir fólk sem að langar vinna við eitthvað svona markas tengt og kannski svona, og svona hvað virkar ekki sem er náttúrulega líka bara basic fræði á bakvið það sem að ég er mjög spennt fyrir að læra því að ég veit mjög lítið það þó sem ég veit ekki hvað virkar fyrir mig þannig að ég er mjög spennt að vita svona, ég bara vona að þeir fara ekki að beða um að koma einhver komment í tífum, það verður skrítið. En þau kannski þekkja vel inn á svona kauphegðun og þess að það er einhvers konar sálfræði á bakvið þetta, ég meina býst við að það sé eitthvað fara út í það í tengslu við markaðsfræði og þú kannski ert með aðra upplifun eða sömu upplifun og getur kannski tekið undir og bara svona, já þetta er það sem er búið að vera í gangi. Já, klálega og líka bara spennt fyrir að gera eitthvað svona, þú veist, rannsóknarverkefni og eitthvað sem ég get nýtt miðlana mína sjálf í og sé sjálf árangurinn og sjálf, þú veist, svona alls konar tölur á bakvið sem ég get nýtt mér. Gekka. Sólrún Diego. Diego eða Diego? Með Diego. Diego. Það er svo margir sem að spyrja mig hvernig maður segir nafnum mitt. Fólk segir mjög margir segja Diogo. Diogo? Já, Sólrún Diogo. Sólrún Diego. Er ég ekki að segja það? Með ég? Diego. Nei, ég var að tala um sko áhersluna. Diego. Já, Diego. Nei, bara eins og þú segir bara já, ok, þannig þú ert basically að segja bara já, flott hjá þér Snorri. Já, ok, herri, við endum á því Sólrún Diogo, takk fyrir að koma í spjallið og gangið vel með framhaldið í bæði náminu, bókinni og samfélagsmiðlum. Takk fyrir mig.